þetta í annað skiptið á stuttum tíma sem ég byrja á meistara Herbert. En ætli þetta verði kannski einkennislag lagið þegar við erum komin í Örbursandi. Það ekki að tilbaka snúið. Dawn of the Human Revolution, heitir platan. Hvað segir þið? Heiður Lind Martinsdóttir, Örn Arnarsson, velkomin í Hljómál. Takk fyrir það. Þetta verður þetta var svona djókur sem gekk, að þetta yrði kannski lagið. Já, það virðist vera að þetta sé óumflýjanlegt. Já. Allavega í augum valdamanna. Já, nákvæmlega. Það kemur aðeins á óvart í þessari umræðu núna það bara gott og vel að það sé þjóðaratkvæðagreiðsla máli og það var náttúrulega tekist á það 2009 líka. Og þá var minnihlutinn mjög á þeirri skoðun að það yrði að vera þjóðaratkvæðagreiðsla áður. Og úr því varð ekki, þannig að því leitinu til það svo sem jákvætt að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram. En mér finnst hins vegar mjög mikilvægt ef að það á að fara í þessa vegferð að það liggi fyrir áður en að þjóðin beðin að veita stjórnvöldum umboð að fara í viðræðurnar. Að það liggi fyrir samningsforsendur og greiningar á mögulegum áhrifum og síðan auðvitað bara hvað rauða línan á að liggja. Já. Ég meina ef maður bara einfaldar þetta niður í það að ef að ég væri að fara að gera kjarasamninga fyrir hönd minna félagsmanna að sjálfsögðu myndu þeir veita mér umboð með einhverjum forsendum og fyrirvörum. Að maður hefur eitthvað samningsmarkmið. Og við semundunir kemur kröfugerð. Já, þannig að manni finnst skrítið einhvern veginn núna að það bara alls ekki að ræða þetta og þetta sé eitthvað seinni tímamál. Því að þetta bara mjög mikilvægt í því að maður getur tekið upplýsta afstöðu það eigum við að veita stjórnvöldum þetta umboðið ekki. Þannig að mér finnst þetta bara mjög skiljalegt og ég var eins að rifja upp líka og ég fann minnihluta álit utanríkismálanefndar frá 2009 sem að voru þá, minnihlutin var þá Þorgerður Katrín og Bjarni Benediktsson og það var ég bara ákvað nú bara strika sérstaklega í þetta Sjáðu það heimavinna Já, It's all in here ég bara hvet fólk til að lesa þetta eins að því að mér sýnist þá utanríkisráðherra hafa snúist verulega hugur af því að þarna nú meðal annars sagt óásættanlegt að ganga til aðelda viðræðna að þjóðinni forspurðri, og án þess að ítarleg greining liggi fyrir samningsmarkmið, hagsmuni og áherslur í slíkum samningaviðræðum. Allar forsendur eru til þess að slík umræða geti farið fram á upplýstan, uppbyggilegan og lýðræðislegan hátt og sé eðlilegur undanfari í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort fara eigi í aðildarviðræður. Já. Þannig að mér fannst þetta bara mjög upplýsandi afstaða og mjög eðlileg afstaða, þannig að man aðeins brugðið að núna eigi svona bara keyra þetta áfram og það megi ekki tala efnislega málið. Heldur betur. Af því að þú nefndir kjaraviðræður. Núna liggur alveg fyrir hver kröfu, notum þetta líkingamál, hver kröfu gerð ESB í þessum viðræðum. Það aðlögun að reglum sambandsins og við hefum prófað það áður og það var ekki hægt að klára samning af því að það var ekki eins og hægt að opna 5 mikilvæga kafla af því að Ísland uppfyllti ekki skilyrðin sem ESB gerir fyrir að þær viðræður þá kafla, þar með alls sjávarútveg og maður spyr sig hvað hefur breyst síðan þá? Það verður upplýsið. Það ekkert hægt að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu án þess að stjórnvöld segja okkur hvort eitthvað hafi breyst. Það eina sem að gæti hafa breyst hvað íslensk stjórnvöld eða núverandi valdhafar eru tilbúnir að slá af til þess að sé hægt að opna þennan kafla. Þannig að ég skil ekki alveg þennan málflutning eins og Þorgerður Katrín sagði í Silfrinu held ég að þið verið að þetta verður samtitt, þá ætlum við bara fyrst að byrja á því að tala erfiðu málin, sjávarútveginn, landbúnaðinn og innanríkismálin. Hvernig verður það hægt? Víst það var ekki hægt síðast. Þetta þarf að skýra. Annars ekki hægt að eiga vitræna umræðu þetta En það virðist vera, stóra plani virðist að keyra þetta mál í gegn og á forsendum óvitrænar umræðu. Þannig sá ég að Jón Gnarr var að skrifa eitthvað staðar var að líkja þetta við að fara með bílinn sinn í ástandsskoðun að taka upp viðræðu við Evrópusambandið og hann sagðist líka vera hlindur þessu að því að hann veit ekki hvað felst í aðlögun, hvað felst í aðild. Það fullt af hlutum sem að ég veit ekki ég veit eitthvað þetta því ég kynnt mér þetta.
ef þú veist ekki eitthvað málið, þá kynnir þér þetta og heldur ekki þjóðaratkvæðagreiðslu og ferð á samningan endur til Brussel, svo þú getur vita meira. Jú, Þetta algjörlega gali. Já, Viðreisn vill það. Og það hefur auðvitað rosalega mikið verið skrifað þetta og auðvitað aðrar þjóðir fari í viðræður og aðrar þjóðir gengið inn, þannig að við höfum nú töluvert af upplýsingum sem við getum glöggvað okkur á og ef maður skoða nú bara svona kannski lykilgögn sem að lágu fyrir í síðustu viðræðum og svona þegar þær voru hafnar og í raun rétt áður en að þeim var lokið, þú veist, við erum með mikið og faglegt rit Stefáns Más Stefánssonar og Óttar Pálssonar bara löggjöf Evrópusambandsins til dæmis á sviði sjávarútvegsmála. Þeir hafa uppfært það meira sem minnir að það hafi verið 2011 þar sem þeir meðalans fjalla bara einmitt sjávarútvegsstefnuna og hvað felst í henni og hvernig löggjöf sambandsins virkar og eru til varanlegar undanþágur og allt þetta, hlutfallslegu stöðuleiki, hvað þýðir þetta allt og þar fram til göttunum. Og síðan liggja fyrir 2 skýrslur sem voru unnar auðvitað eftir aðildarviðræður voru hafnar síðast en áður en að þeim var hætt, annars vegar frá Alþjóðamálastofnun HÍ og hins vegar frá Hagfræðistofnun og í raun öll þessi 3 rit, það ber alltaf sama brunni sko. Að það eru og mikið upplýsingur liggja fyrir. Já, og ég meina alltaf sama viðkvæði, það ekkert sem að heitir varanlegar undanþágur. Og þá oft verið að nefna dæmi undanþágu sem að landbúnaður Finna og Svíja fékk að veita auknum fjármunum til landbúnaðar norðan 60 og annara breiddargráðu og maltverar fengu til að viðhalda vistkerfi í hafi sem var svona ákveðin jústering til að leyfa svona minni smábáta ekki hægt að tala sjávarútveg í þeim skilningi en það sem verið að rugla saman þarna sem að mér finnst bara rosalega mikilvægt og ég ætla að vona að ég verði ekki allt og lögfræðileg í þessu að sko það eitthvað sem heitir frumréttur í Evrópusambandinu og svo afleiddur réttur. Frumrétturinn eru sáttmálarnir bara aðal löggjöf Evrópusambandsins sameiginleg fiskveiðistefna og það hefur sá réttur auðvitað það eru varanlegu reglurnar. Sú þjóð sem ætlar að ganga inn það jafngildir rétti aðildar samningur. Þannig að margar þjóðir hafa vilja að fá undanþágur í gegnum aðildar samningin, bara orðalag samningsins og Normenn reyndu það. Vildu láta karfa út sjávarútvegsþættina í aðildar samningnum sjálfum sem væri þá varanlegt og Evrópusambandi gæti ekki breytt í nema þá með samkomulagi við Normenn. Það tókst ekki, eina sem að Evrópusambandi bauður Normönnum var einhvers konar yfirlýsing að hlutfallslega stöðugar veiðar myndu eiga við Normenn. Sáum hvernig fór fyrir Írónum bara á dögunum. Já, þú veist og þetta bara reglan hlutfallslega stöðugar veiðar síðan afleiddur réttur sem að ráðherraráður og Evrópusambandi getur bara breytt með auknum meirihluta. Þannig að þú hefur enga tryggingu fyrir varanleikanum nema að það sé í sáttmálanum sjálfum eða í aðildar samningnum þínum. Og þar hefur engum tekist að fá svona varanlega undanþágu. Þetta liggur allt fyrir í skrifum. Meiri segi minnihluta áliti Þorgerðar og Bjarna á sínum tíma. Sko. Já. Þannig að mér finnst við vera að þvæla þetta. Já. Við erum að stuðla upplýstur Það er mjög skemmtilegt sko. Já, þú veist, það er bara svona þættir sem að þarf að ræða og það eðlilegt að svona upplýsingar komi frá stjórnvöldum. Þar sem að hægt að draga út meðal annars úr fræðiritum Stefáns Más og annara sem hafa bara fjallað þetta á mjög upplýsandi hátt. Almenningur verður að gera sig grein fyrir að í ágúst efnislega verið að greiða atkvæði hvort að Ísland ætli að aðlaga sig að reglum Evrópusambandsins. Hvorki meira en ég minna. Ekki kynnt þannig. Það ekki kynnt þannig og það verið bara þessi stjórnvöld að segja, að treysta á það að með einhverju upplýsingaóreiðu og það sífellt að vera að benda á að svart sé hvítt að þau geti platað þjóðina haldandi að þetta sé eitthvað pakkaleikur. Þannig að en umræðan verður að vera á þessari forsendu og það verður að halda henni þar. Og líka maður sér það í bara skýrslunni sem að var unnin áður en aðildarviðræðan var hætt síðast þar sem að tekin svona úttekt á bara hvar stóðu við í einstökum köflum í viðræðunum að þeir kaflar sem að voru opnaðir að í mörgum þeirra var Ísland að óska eftir sérlausnum og annað þess áttar umhverfismálum, orkumálum, tollamálum milliríkjamálum áframhaldandi tvíhliða samningar við Færeyinga vegna þess að það vinaþjóð og frændþjóð og við vildum fá að halda því og bara svona alls konar svona og maður sér bara á þeirra að vera að lýsa hvar voru við stödd og hvað hafði Evrópusambandi sett fram þau mál ekki í einum einasta kafla hægt að greina það að Evrópusambandið
var til í að veita einhvers konar tilslaganir. Einmitt. Það var alltaf bara, beðið er eftir, þú veist, aðlugun, bara ákvaða tíma, skala, mun Ísland aðlaga sig að reglum Evrópusambandsins. Þau þokaðist ekkit áfram samkvæmt skýrslunni í þessum að því að opna þessa kafla sem að ég myndist á áður. Bara kemur þar, þetta er skýrsla Hagfræðistofnunar sem við talum, það kemur bara mjög skýrt fram og þetta er mjög gagnlegt plagg. Og þá verður, eins og ég sagði aðan, hvað hefur breyst? Ráðherrar ríkisstjórnarinnar sem að tala fyrir málinu verða að útskýra hvað hefur breyst. Ja, þeir ætla ekki að gera það samt. Nei, og síðan er náttúrulega má velta því fyrir sér, ég held ekki að vera með einhverja samsæriskenningar, en er búið að semja með eitthvað bak við tjöldin? Það er bara spurning sem margir að spyrja sér þessa dagana. Mér fannst þessi stórundalu ummæli þingflokksformans Samfylkingarinnar í fyrstu umræðinu þingsályktun tillöguna það að við bara ættum að ganga til viðræðina því að við vitum ekkit hvað ESB myndi láta okkur fá af uppsjávar. Já. Þú veist, hvað, vill hann fara til Brussel og svo hann spurði þingi, vil ég ekki vita þetta? Hann fara til Brussel að semja ESB loðnukottan. Hvað rugl er þetta? Já, manni finnst þetta, manni líður ekki vel með þetta og ef maður hugsar auðvitað sérstaklega út frá þeim hagsmunum sem að mér er falið að gæta, að þá auðvitað biður maður ekki annað en bara greinagóðar upplýsingar og afstöðu þeirra sem að munu leiða þessa viðræður ríkisstjórnarinnar. Einmitt þetta, þær hafa svo sem sagt, ég meina það er rauða línan að við ætlum að halda fullu forræði yfir auðlindum okkar, yfirráðum yfir auðlindum okkar. En maður myndi alveg vilja heyra nákvæmlega hvað þær telji felast í því. Eru það fiskistofnar sem eru innan 200 mílna lögsögunar, eru það deilistofnarnir, á það við allt? Hvað verður fjárfestingar erlendra aðila? Ef að fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi, ef að sú takmörkun heldur ekki, sem að eru þetta í raun brot á fjórfrelsinu, frjálsum fjármagnsflutningum og Evrópusambandi hefur ekki vilja veita tilslaganir í slíkum málum, að þá vitum við auðvitað þrátt fyrir að við myndum svo sem fá útlutuðum okkar kvóta til dæmis í þorski, að þá er afleiðingin af þessu þegar að þú ert með svona frjálsa fjármagnsflutninga og þá fjárfestingar í sjávarútvegi landa Evrópusambandsins, að það sem að gerist er það sem að kalla kvótahopp og þykir neikvætt. Og það er þá felst í því að ég meina það getur, hér gæti þá hollensk útgerð, keypt íslensk skip, stofnað íslenskt fyrirtæki, veitt þá íslenska kvótan og síðan flutt hagnað eða vinslu til Hollands. Þannig að verðmætasköpunin, verðmæti sem að renna til samfélagsins alla jafna frá íslenskri auðlind fara úr landi. Þannig að það er bara svona hlutir sem að mér finnst við verða að ræða og eðlimál samkvæmt og maður sér það þetta bara á könnunum að þetta skiptir fólk máli. Munum við halda auðlindum okkar með manni og mús eða ekki? Já, það er stóra spurningin. Vinir mínir í Bullius Media, nú reynir á ykkur af því að ég ætla að byrja að ræða allt annað heldur en þetta. Þannig að ég ætla vissulega að taka umræðum í ESB en ég var með það aðeins neðar í skjálun okkar góða. Áður fyrir lengra, hér eru veitingar í kjötkampaninu. Mjög gyrnilegt. Þið megið fá okkur. Það er mjög gott sjónvarp að sjá ára fólk borða. Já, eins og allir sem að sáu þáttið með Þórði og Stefán Einari þau voru með Wellington steikila. Það voru með diskon nýjabur Það var ótrúlega gott sjónvarp. Hann var alveg, Brynjar Níusson var alveg ófeiminn þegar hann var daginn. Þannig að ég klikkaði á kampaðinu í dag. Já, ég var við það að rjúka út. Ég var að fara að rjúka á dyr þegar þú sagði þetta. Ég ákvaða, látið ekki vita þegar tölum saman í síma á þann, en við lögum komst að sagði þetta. Já. Þannig að þú varst komin á staðinn, Já. En ég skal ekki klikka á þessu næst. En málið er, ég ætla að reyna að gera ekki sömu mistökin tvisvar. Þegar við fórum í herferð markasetningu þorsks á erlendum mörkuðum, þá voru gerð myndbönd og ég man ekki Ísland í dag, ég held að Sindri hafi komið og Elísa, þáverandi forsetafrú, var svo sem að aðstoða okkur í þeirra herferð og við áttum semst að vera að fá okkur að smakka fisk sem að vera að elda og ég held bara allar myndir sem að fjölmiðla pikkuð upp frá þessum viðburði, þá var ég að graðka ykkur í grímun á mér og þetta hefði ekki selt neinu með neinasta fisk. Er Dagur B. Eggertsson búin að tjá sig þessa myndbyrðsíkar? Ekki ennþá, en þú sér það, ég er ennþá brend eftir þetta, þannig að ég skil að Dagur hafi viljað gæta sálatetri formans samfylkingarinnar þegar hann sett út á myndval fjölmiðla af henni,
Svo erum við með, en í staðin fyrir kampæn, þá er ekki staðin, bara samlega því, þá erum við með létt öl, sem ég ætla ekki að segja nafnið á, því ég ætla ekki lendi í vandræðum í fjölmjölnend, en þetta er allan kalt og gott fyrir ykkur, þannig að verða ykkur að góðu. Hafðu þökk fyrir. Já, þannig að, áfram með spjörið. Tökum bara ESB-punktana aðeins áfram. Við sáum alls konar atriði koma fram í vikunni, alls konar fréttir og fréttalendingum um þetta. Meðan hann sáum við þessa fæslu frá Hildi Sverrisdóttur, þingmanni Sjálfstæðisflokksins. Fyrir að ég ætla að segja þingflokksformanni, en hún það er vist ekki lengur. Hún ætla að sakar hérna Kristrún Frostdóttur villandi framsetningu. Þetta er eitt atrið, ég ætla ekki að vera ólöngu tími í þetta er samt atrið sem hefur komið fram og fjallað svolítið og það er þetta með hvað við erum búin að aðlaga mikið að reglunum. Og Þorgerður Katrín og Kristrún Frostdóttir segja reglulega að við séum nú þegar búin að innleiða, 80% af regluverkinu, sem er ekki rétt. Þannig, 13-14% ekki? Já, það sem er nærlegi. Þannig að af þeim reglum sem okkur ber að innleiða samkvæmt EES-samningnum, ESB-reglugerðarfargan er allt annað síðan. Þannig að bara í ljósi upplýstar umræðu, þá þurfum við að taka þetta fram. Mér finnst þetta líka mjög áhugaverð umræða að því að ég sé að bæði SI og SA hafa aðeins verið að tala um þetta svona aðeins breytt landslag í afstöðu sinna aðildarfélaga og Könnun hjá SI núna bara nýleg sem og bara kom aðeins á óvart en þegar maður svona aðeins hugsa tilbaka hvað veldur sinnaskiptum af hverju er aukin meirihluti farin að vera skeptískur aðild af Evrópusambandinu eðlimál samkvæmt hefur það alltaf verið verulegur meirihluti innan SFS og félagsmanna minna það er auðvitað bara yfirgnefandi meirihluti sem að er andvígur aðild að Evrópusambandinu en að þarna sé komin meirihluti sem er andvígur og það er þá kannski ekki endilega, það er þá eitthvað ný svona kannski atriði sem að eru farin að hafa áhrif þar á og ef maður hugsa hvað hefur verið mest í umræðan undanfarin ár, þá er það einmitt reglugerðarfarganið og minni samkeppnishæfni. Bara verulega aukin kostnaður fyrirtækja innan Evrópusambandsins og þetta fáum við eitthvað skerf af því en kannski þykir mönnum bara nóg Þannig að mér finnst þetta áhugavert, ekki það, mér finnst hún ekkit gagnleg umræðan 80-17% hvað sem það er. Þá vitum við samt að við vitum alveg hvað við höfum í EES-samningnum, við höfum fjórfrelsið, markaðsaðganginn, það er það sem við viljum, en svo eru það þessi atriði sem eru umfram það sem munum þá bætast við. Þannig að mér finnst það nú ekki einmitt sangjandi umræðan að segja að við erum hvort þið að taka upp svo mikið að þetta breytir engu Þeir sem að stýra þessum fyrirtækjum, þeir eru náttúrulega í miklum viðskiptasamböndum við evrópsk fyrirtæki og ég held að skipti líka bara máli hvernig Evrópa hefur verið að þróast og hvernig bara sem evrópskt efnahagslíf hefur verið að þróast undanfarin 10 ár. Bara, þetta er mjög mikið á niðurálið, Já. Og við gátt tekla á því að Evrópuráðið var að sem sagt að samþykkja á dögunum einhver aðgerð áætlun sem á að implementara vegna húsnæðiskrísunar á Evrópsöðinu. Þetta er ekki aðal sölupunkturinn gagnvart almenningi að sem sagt að þurfum að fara í Evrópu að því að út af vöxtunum og vöxtunum og húsnæðislánunum. Þá er vandamálið að bregðast við þeirri staðreind að húsnæðisverð alveg bara breytt yfir öll aðildarríkin er búin að hækka margfalt ávið sem sagt ávið laun undanfarin 15 ár. Bara margfalt. Sem að gera að verkum að fólk er ekki að komast inn og geta keypt sér húsnæði í helstu þéttbýlu stjörnum. Og við þessu er verið að bregðast. Þetta er það sem er að gerast í Evrópu í dag. Já. Svo sáum við þarna, við erum að horfa á það frétt sem var birt í Morgunblaðinu vikunni óskýr svör forsætisráðherra aðlögun. Þetta er alltaf sama, bara eins og vorst að tala um áðan. Það er ekki verið að svara upplýsingum það, eða svara spurningum það, hversu langt á þetta aðlögunarferli að fara áður en að þjóðin hefur einhver upplýsingar og getur tekið einhver afstöðu. Eins og við erum að minnast á hér áðan. Svo kíkjum á svo næstu frétt. Það sem sáum við varst mjög áhugavert í vikunni þegar Sigmundur Davíð var aðeins að pöngast í forsætisráðherra. Var að kalla eftir upplýsingum, hann og Guðrún Hafsteinsdóttir bæði. Og Kristrún líktu hjá Morgunblaðinu, ætlaði ekki að svara svo. Hann ætlaði hvorki að svara fjölmiðlum né á Alþingi, ætlaði að svara fyrir það, hvað gerist eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það er stóra spurningin. Við komum að sinna á þetta áðan, en þetta er bara spurningin sem að
það ætti ekki að svara. Hvað gerist þá? Þetta er líka svolítið merkileg frétt að því leiti að ég fylgdist með þessum umræðum Já. og sem sagt Fyrir ekki bara þeir sem að hlusta, fyrir svona fréttinni er innan gæðslepa haft þetta Kristrúnu, hvað hefur miðflokkurinn að fela í þessu máli? Þetta var sem tekið sem rúfa á hvað að taka á. Já, var það sem ég ætlaði að nefna sko, að því að meðan hinni miðlanir bentu á fréttnama við umræðuna sko, var það að ráðherrar ríkisstjórnar voru algjörlega á nálu og voru á flótta undan spurningunum. En þá bara fréttamati á rúf sko, hvað er miðflokkurinn að fela? Mér finnst þetta alveg undarlegt fréttamat, ég verð að segja það. En já, eins og segi, hvað gerist eftir 29. ágúst, það er kannski stóra spurningin. Já, og hver verður kostnaðurinn við þetta? Að reka samninganefndir og allt það. Já. Og byrjuðu þeir sem að sitja í samninganefndum, ætla þeir að gefa ykkur fyrirheit það að þeir mun ekki taka að sér störf í Brussel fyrir Evrópusambandið ef að verður aðild. Mér finnst þetta þurfa að koma fram, verða umræðum þetta. Hefur íslenska ríkið efni á því núna og hefur íslenska stjórnkerfi burði með að öll þau miklu vandamál sem við stöndum frammi fyrir heima fyrir til þess að vera að standa í þessu á næstu árum? Er ekki geggjað að vinna í Brussel, bara skattfrjálst og íbúð og bíl og... Grímur Thomsen, mikla skáld, hann skrifaði bréf til vina sinns sem var að ferðast Evrópu. Hann hafði ekki mikið álit á Brussel. Hann skrifaði í bréfinu: Brussel er svo leiðileg að mér rísi ekki einu sinni holt hérna. Ég veit ekki hvað mikið hefði breyst síðan þá, sko. Ég sé bara andstæðingar að Evrópusambandsins komum nýtt slagur. Já, nú ekki slæmt að hafa Grím Thomsen með sér í liði, sko. Já, hringi við okkar í House of Brands og fá þetta til að brenda bóli. En ég held að það sé alveg ljóst að stjórnkerfi verður undirlagt meðan á þessu stendur og hvað svo sem þetta mun taka langan tíma. Sko frá því að við óskuðum eftir aðild 2009, þá hófust ekki viðræður fyrir í lok eða undir lok árs 2010. Kannski muni þetta allt ganga hraðar fyrir sig núna, ég ætla ekki að segja neitt um það, en í öllu falli meðan á þessu stendur að þá mun stjórnkerfi vera undirlagt. Það þarf að ráða 100 manna? Já, ég veit svo sem ekki hvað þarf að, já, væntanlega í samninganefndunum, en svo munu þetta hagsmunaaðilar líka sitja í nefndum og en það þurfa þetta starfsmenn og auðvitað þeir sem munu stýra viðræðum í hverjum og einum hóp fyrir hvern og einn kafla. En líka bara aðeins sko með kostnaðin við þetta. Ég hef heyrt í fleygt og ég held reyndar að nú er ég bara með smá fórskot á sælu, en ég hef ekki flett þessu upp, en ég hef heyrt það að þegar að viðræðurnar fórast að 2009, þá var auðvitað VG eins og allir vita á móti aðildinni, en fórnarkostnaðurinn var það að það yrðu öll orkuvinnsla yrði sett á frost. Og við erum að súpa seiðið að því 2026. Þannig að það var mikill kostnaður sem fór í þá vegferð. Hver er fórnarkostnaðurinn núna og hver er kostnaðurinn sem samfélagi þarf að bera því að það er aftur ríkisstjórn sem er ekki einhuga það að sækjum aðild og það þarf einhvern veginn að fá flokk fólksins á vagnin. Við erum væntanlega að fá frumvarpið vísitölutengingu bóta sem að mun kosta skattgreindu dágóðanskildingin út í eilíðina. 57 milljarðar ári ad infinitum. Nákvæmlega. Ég meina það er verið að sko, svo maður segir nú bara á mannamáli sko hver stefna flokks fólksins er í sjávarútvegsmálum. Það er bara að eyðileggja kerfið. Og það eru núna það sem er að koma fram að taka af hlutdeildarsetningu í grásleppu, leggja niður rækja og skelbætur og línuívilin og setja allt í strandveiðarnar og þú veist, þetta er bara vegferðin. Og það er það sem að flokkur fólksins fær fyrir að þýðast hina tvo flokkana í Evrópusambandsmálum. Þannig að hvað meira þarf íslenskur almenningur að greiða fyrir enn eitt kannski bjölluatið. Mér finnst það alveg svona umhugsunarefnum þegar við förum að tala um kostnað við þetta, að við erum hér að ræða orkuskort í dag. Svo bara þessi óbeini kostnaður sem er erfitt að meta til fjár alltaf. Nákvæmlega. Þetta, já, dýrverður flokkur fólksins allur. Það getur verið bólir. Eða bollar. Það er mjög dýrt kílóverð. Já, sjáum til dæmis, hér er frétt sem kom, þetta var þó aðtekli líka vikunni þegar Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra og formaður flokks fólksins, hún neitaði ekki upp alþingi hvernig hún kýs. Já, alveg magnað. Og svaraði því bara með einhverju skæting. Magnað. Er ekki haft eftir hann neðar fréttinni hvað hún segir?
á ég ekki bara að fara með seðilinn hérna, sko, nú ef ég væri Sólu Hólm þá myndi ég gera þetta miklu betur, sko. En hún spyr, á ég ekki að fara bara með seðilinn hérna nýra Austurvöll í beinu útsendingu til að sýna öllum hvernig ég ætla að greiða atkvæði. Er ekki alltaf lægi? Ég hef ekki heyrt annars fyrirspurta ævinn. Það kemur bara akkurat engu við hvernig ég greiða atkvæði. Þetta bara eins og svipað og ef Heiðrún ætti fund með sjávarútvegsráðherra og síðan myndi Guðmundur í Brím heiða í og spyrja hvernig gekk, því bara kemur það ekki við. Heiðrún, ég ætla að leggja fyrir áskorun að leika þessa setningu. Lærðu það herr eftir? Já, það fyrir maður þetta. Sko, þetta myndi, við vorum nú hérna að ræða saman fyrir þetta myndi Á ég ekki bara að fara með seðilinn hérna niður á Austurvöll í beina útsendingu og sýna öllum hvernig ég ætla að greiða atkvæði? Þetta er svona. Já, vel gert. Ég held að þjóðmálaði náði einhverjum ákveðnum ábúti Já, ég held það. Ég veit hvað ég fer að gera þegar ég hætti á SFS. Já. Það verður góð samkeppni við Sóla. Ari og Sóri þurfa að fara að passa sig, sko. Þetta myndi nú kannski þetta gamla atrið úr ábúndasköpunu. Besta áramótaskaup allra tíma, Var það 84, já, frábært skaup. Ef að höra þetta atriði. Rása hvað þetta er flunkunni bíll? Á hvaða ferðalagi ert þú? Þarf maður að vera okkur ferðalagi þó maður sé staddur götum borgarinnar? Já, ég var nú bara að spyrja hvað það verða að koma. Djöfulan kemur þér það við. Þetta persónu ofsóknir? Nei, þetta er nú bara formsatriði. Var frúin að vinna eftirvinnu eins og svo oft er. Það getur nú ekki allir snapað sér eftirvinnu eins og því í löggunni. Ég var út að borða á holti með vinkonum mínum sporundröðin. Viltu ekki vita hvað við átum líka heimingin? Mætti fá svo ökuskírteinið? Já, var það ekki. Viltu ekki fá að sjá með brjóstin líka? Eða mynda mömmu? Á ég að Ég held að svínilega stundur svona þinginu. móðna? Magna dæmi. Já, já. Heyrðu þið? Svífur það. Já. Svífur til að spyrja. Já. Hvað ætlar að kjósa? Þú ert oddviti í ríkisstjórn, 1 af 3 oddvitum sem er að leggja hennan stóra leiðangur. Væntanlega þetta örugglega bara eitt stærsta stjórnmálamál sem kemur upp hér á seinni árum og þú bara neitar að gefa ástuðu. Magna dæmi. Algjörlega. Já, við lifum fordæmalausa tíma. Já. Ég held að það sé. Takk fyrir það. Takk fyrir að nota þetta hugtak. Þetta er svolítið meira. Opna þetta og Takk fyrir þessu uppbyggilu orð, Heiðrún. Heyrðu þið, út í annað. Það var vaxtahækkun í vikunni. Svo höldum við áfram með ákvæða nótunum. Og litlu málunum. Sko, 25 punkta hækkun, vextir og konin 7,5%, voru þetta 8,5% þegar þessi ríkisstjórn tók við. Það var nú stöðull, maður hefði ekki sagt sér hvernig það myndi fara, það var stöðull á Epic Bet daginn áður. Já. Og það var legsti stöðull var á einmitt 25 punkta hækkun. Það sem maður gæti breytt 1 evru í 2. Bara rétt taka fram svona fyrir lúðuna í fjölmælanefnd, þetta er ekki auglýsing fyrir Epic Bet. Það var bara þessi stöðull til, þannig að menn gætu veðið á þetta, allir sem búa hér á landi. Eðlileg upplýsingugjöf. Þetta er eðlileg upplýsingugjöf, eðlileg umræða hérna sjáum við þetta. 1,95 stöðullin á 25 punkta hækkun. Svo var, ég man ekki stöðullin á óbreyttu vexti á 2, eitthvað. 2,10 á. Þannig að þetta, með þeim getur sagt okkur þetta. Hver var einhver stuðl á pluss 50? Já, hann var til 20 stuðl á 20 einmitt. Já, en Það voru tveir nefndarmenn sem- voru tveir nefndamenn sem vildu það og það náttúrulega eigur væntalega líkunar og ég held að markaðurinn sé búin að prísa inn sko aðra vaxtahækkun 25 punkta í mæ. Heldur það? Þannig að, já, Ok. ég held að Seðlabankanum verði ófært að sleppa því. Það Það er ekkert að fara að breyta, sko. Nei, Nei, ég held að við slupum með skrekkin, sko, með 25. Það er þetta svona tæft. já, já. Og Þannig- Kemur það óvart að 2 nefndarmenn hafi viljað hækka um 50 punkta? Nei, það kemur mér ekki óvart af því að það sem að þessari ríkisstjórn hefur tekist að gera er það að þau hafa mist með stjórn ríkisfjármála algjörlega böndunum á verðbólgu væntingunum eins og þau birtast á markaði. Þannig að hefur engin trú á þessu. Ég bara vísa í könnu sem við gerðum á Viðskiptablaðinu í síðustu viku, birtast hún,
frekar en fyrir 2 síðustu viku, þar er sko þýðið í þeirri könnun eru bara pretty much allir þeir sem eru á skuldabréfamarkaði í bankunum og fjármálafyrirtækjum. Og það var til að mynda spurt að það svöruðu 70% því að Daði Már hafi staðið sig illa sem fjármálaráðherra. Já, vorum að rifja upp fyrir síðast þetta. Já, og 72%. Þessir menn skipta máli hvernig þeir meta hlutina af því að þarna eru prísaðarinn verðbólguvæntingarnar. Þetta skiptir mjög miklu máli og það sem er búið að gerast á bara undanförnum mánuðum að þeir eru algjörlega búin að missa trú á því að þessi ríkisstjórn muni hafa nokkra stjórn á stjórn ríkisfjármála. Og allar þessar yfirlýsingar og allt þetta furðu tal sem að kemur frá ríkisstjórninni er náttúrulega ekkit að hjálpa við að breyta þessum væntingum. Nei, það hefur þetta margt komið til, ekki það að veiðigjaldið er nú kannski ekki sérstaklega verðbólgu hvetjandi, en ég meina það eru bara gjalda og skattahækkanir ítrekað og mér fannst áhugavert hversu afdráttarlegur seðlabankastjóri var í gær bara að hækkun á kílómetragjaldinu hafi komið á versta mögulega tíma. Það hafi verið, ég meina forsendur kjarasamningar koma til endurskoðunar fljótlega. Þannig að það er hættulegur tímapunktur og síðan núna auðvitað hækkun á olíuverði. Skatta- og gjaldahækkanir eru verðbólgu hvetjandi þegar stjórn ríkisfjármála markast að því að þenja ríkið út. En sko, við höfum fjallað það áður, okkur hefur fundist Seðlabankinn frekar mildur í garð ríkisstjórnarinnar hingað til. Þannig að það er algjörlega breyttu tónn í Seðlabankanum eftir, eða sett í gær. Í gær á miðvikudag, við erum að taka upp á 5. Ég vil nú meina það að sko tónnin sé enn harðari þegar þeir ekki að tala opinberlega. Já, en þú veist, við erum alltaf að horfa í það sem er að segja Já, ég bara, vandinn er grafalvarlegur, staðan er grafalvarleg. Já, og ég meina það eru bara ekki, og eins og þeir segja eðlilega, það eru engar lækkanir í kortunum fram eftir árið. Nei. Þannig að við erum frekar að horfa á hækkanir heldur en lækkanir. Já. En mér finnst samt líka svo maður gæti nú allra sanngirni og fjall ekki bara eitt þátt sem að var og Seðlabankastjóri fjallaði í gær, hann fjallaði náttúrulega líka vinnumarkaðinn. Já. Og ábyrgð aðeila vinnumarkaðarins og ég var nú að rifja það upp, ég held að það sé rúmt ár síðan ég var síðast í þætti á þér og vakti þá aðeins máls á þessum kjarasamningum sem að gerðir voru og ég hefði af þeim áhyggjur að við hefðum verið að semja töluvert umfram svigrúm og sérstaklega þegar við erum í þessum krónutölu hækkunum þar sem við erum ekki að semja ykkur 3% eins og gjarnan er talað með 3-4% heldur eru það de facto 5-6% hækkun kannski og síðan bætist launaskriðið ofananda þannig að þú veist 7-8% hækkun launavísitölu er bara staðrindin. Launaskrið fyrst og fremst hjá þínu opinbera? Jú, það hefur líka orðið á almenna en opinbera er auðvitað langt umfram það og það var það sem ég nefndi náttúrulega líka síðast að það bara myndi aldrei gerast og hefur aldrei gerst að þið opinbera liti ekki út fyrir línurnar í því merki sem að almenni vinnumarkaðurinn gefur í kjarasamningum og það var auðvitað gert og ég meina það var farið í bara 20% hækkun kennara. Já. Þetta er óábyrgt og við erum að gera sömu mistök og við höfum gert ár eftir ár, áratug eftir áratug. Þannig að við virðumst einhvern veginn ekki læra af fyrri mistökum eða geta breytt taktík í þessum nálgun okkar á kjarasamningana. Ásgeir Jónsson skrifaði einhvern tímann grein í Þjóðmál sem hét Höfrungahlaupið eða fjallaði Höfrungahlaupið. Þannig að við þekkjum þetta. Já, ég meina vissulega voru hækkanna minni núna en stuttusamningarnir, árssamningurinn þar á undan og síðan lífskjarasamningurinn en samt sem áður bara í erfiðu árferði í sterkri krónu þar sem að útflutningsgeirin er bara að ströggla þá já, ég bara eins og ég hef sagt ég var mjög ósátt við nálgun okkar í kjarasamningunum núna síðast og til þar að við höfum enn og aftur litið fram hjá svona bara stöðu útflutningsatvinnuveganna sem að eiga að gefa merki hvers svigrúmið er. Það er vandinn að því að að því að það er víst þannig að eins og staðan er núna þá eru opinberir starfsmenn að stinga af í Höfrungahlaupinu. Já. Og hvernig á það aftur enda? Eða því eina sem að ef að menn væru sammála að bara að snúa bökum saman
að ná niður verðbólgunni akkurat núna en staðin núna, það væri það eina sem að vinnumarkaðurinn gæti komið sér saman og að eina sem myndi gagnast, að það yrði bara gefin yfirlýsing. Við ætlum að standa saman, við ætlum ekki að hrófla við kjarasamningunum, þótt að séu ástæður, þótt að verðbólga verði yfir þessu mörkum sem voru sett, við ætlum ekki að hrófla það er okkar framlag til þess að koma á stöðuleika og þá verður ríkið að gera sitt sem að er bara niðurskurður, aðhald, að annað mun ekki gagnast. En síðan með veltaði fyrir hversu líklegt er að þetta gerist. Nei, Daði Kristjáns, vinur okkar í Visku, hann var að benda á það, fór mikinn á samfélagsmiðlum í gær, var að fjalla þessa stýristækkun og benti alltaf það að Seðlabanki væri einn í liði í barðan verðbólguna, er það ekki rétt hjá honum? Það er bara hár rétt hjá honum og Ísland er bara orðið eitthvað skona sambland af Weimar lýðveldinu og Disneyland. Það er bara, Útskýru hlustu hvað áttu með því. Bara stjórnlaus verðbólga og einhver Disney dýr við stjórnvölin sem eru bara, ger ekki neitt annað en auka ríkisútgjöld og hvort þeir tala eitthvað að þessi að sína svo mikið aðhald, þá bara er ekkit aðhald til staðar og halda það eins og hvernig fjármálaráðurinn kemur núna, við erum nú að gera okkar að því að ég er að fara að kynna fjármálaáætlun til næstu ára, það verður rosalega mikið aðhald í henni, það bara kemur aftur því sem ég sagði það á það hefur engin trú á þessu. Það skiptir engu máli skipta varandi verðbólguvæntingar og markaði hvað mun standa í þessari fjármálaáætlun. Af því að það trúir þessu engin. Nei, það er bara rétt. Þetta er bara svona svipað og allar þessar 5 ára fjármálaáætlunu hjá borginni sem að lýsa alltaf glæstri fjárhagsstöðu eftir nokkur ár. Já, sem að raungerist aldrei. Sko. Og það er náttúrulega líka það sem að... Alveg sama hvað gýrar upp félagsbústaði. Já, ég meina það er verið að auka arðgreiðslur úr ríkisfyrirtækjunum og ég meina það er verið að þenja ríkissjóð út og verið að horfa fyrst og síðast á við ætlum að skila afgangi í 27 sko. Eða allavega vera réttum með 0,27 sem maður náttúrulega fáir trúa. Engin trúa. En það er ekki, ég meina eins og bara Ásgeir segir, mér finnst þetta sko, ég hef sjaldan heyrt hann jafn afdráttarlausan, sko, þetta er bara grunnnámskeið í hagfræði, sko, þú nærð ekki niður verðbólgunni bara með því að horfa á það, sko, þegar þú ert að þenja ríkið út með aukinni skattheimtu, þá er það þenslu hvetjandi. Já, og það hann sagði bara akkurat þetta. Já. Og það er, heldur markaðsvöxtum uppi og keyrir alltaf sífellt herra og það eru vextinni sem að móta kjörin sem almenningu fær og fyrirtækin. En það gagnast auðvitað rosalega lítið að fólk sitji bara og bendi hvert og annað og við bendum á, eða þú veist, við sem tölum fyrir, erum að leiða kjarasamninga fyrir okkar starfstéttir, sko, eða fyrirtækin sem að við gætum hagsmuna fyrir, að við bendum á ríkið og ríkið bendur á okkur og þú veist, það þarf einhvern veginn núna, verðum að setjast niður og segja, ok, hvað ætlum að gera í málinu og það dugar ekki að segja, ég hef átt uppbyggilega fundi með aðilum vinnumarkaðarins eins og fjármálaráðherra gerði í gær. Það hefur verið rosalega lítið og stópult samband og samtal og samvinna finnst manni á milli stjórnvalda og atvinnulífsins. Ég meina, SA sendi erindi til forsætisráðherra og því er ekki svarað. Það finnst mér alveg umhugsunar. Ekki bara það að því sé ekki svarað, heldur sko, hún dissar erindið ómurlega. Hún segir bara að það þurfi ekki þennan fund. Sko. Nei, það sé til stað þjóðhagsráð, en sko, kaffisamsæti í þjóðhagsráði er ekki að fara leysa þetta vandamál núna. Það sem hins vegar ekki síður verra er það að það er heldur ekki samtala milli Seðlabankans og ríkisstjórnarinnar. Það er ekki samskipti og samtala milli. Bara sáu það eftir að Seðlabankin skilaði mjög orðri erindi þetta frumvarp vísitölutenginguna sem bara sko virtist vera að hugsa sem eitthvað skonar bjölluskoti í kauruboltaleik til þess að afstýra þessari vitleysu sko. Bara þau sá það enga ástæðu til að kalla seðlabankamenn til að útskýra þessi sjónarmið í nefndinni. Það er, ég sá að viðskiptablaðið var líka með fréttum í gær, strákar, þetta er aðeins neðar í fréttinni er Anna Graf, held ég, einmitt að sína þessa launahækkanir sem hún kostinu áðan. Bara ef þeir sem eru að horfa að sjá þetta þarna myndrænt, hvernig þetta hefur verið, hvað laun á Íslandi hafa hækkað langt umfram það sem að þau hafa gert í öðrum þjóðum sem við byrjum okkur saman við. Nákvæmlega, þú veist, þetta er bara sláandi mynd að sjá þarna vísitölu 100 frá 2005 að vera að sjá þarna 390 kannski 400 í Ísland á meðan aðrir eru svona rétt upp í og undir 150, Noregur næst á eftir okkur rétt yfir kannski eða í 200. Ég veit.
þetta er vandamáli og við erum bara alltaf að gera sömu mistökin aftur og aftur og halda að við fáum eitthvað aðra niðurstu. Já, við skulum ekki gefa upp alla von því að við sáum líka Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hún tók selfie og setti á netið og skrifaði pistil á Facebook. Þannig að það er einhver von í þessu. Erum við ekki með þetta einhversta strákar? Næsta liðin. Þá sáum við að linkur á Facebook síðu. Við sáum sko, maður velti fyrir sér það er nú einn angi í þessu sem er náttúrulega að það eru þessi viðbröð ríkisstjórnarinnar sem að, eins og ég segi, er ekki að tala við Seðlabankann, ætlar ekki að tala við aðla vinnumarkaðarins. Þú veist, þannig að maður veit ekki alveg hversu mikla trúa maður á að hafa á þessu. En Kristrún segir meðan annars í þessum Facebook-statu sem að þetta fjölmiðlar eðlumál sem samkvæmt pikkuðu upp. Hún segir bara við erum rétti leið og það er bara staðreynd. Já. Er það ekki bara gaslýsing eins og hún gerist best? Hún er líka þarna enn og aftur að eigna sér þessar vaxtalækkanir sem að urðu áður en að gengi var til kosninga. Já, og einn eftir að hafa kosið á meðan var að mynda ríkisstjórn. Já, og svo hefur maður svona aðeins hugsi yfir sko þessum húsnæðispakka sem að þau kynntu og sem átti einhvern veginn að bjarga eða allavega slá á vandamálið. Og eins og núna með að sko auka framboð á húsnæði, það er ekki vandamálið í dag. Nei, við erum með oft framboð á húsnæði. Er ekki þarna sem hún segir ég sé það svo illa að telur upp til aðgera það sem að þau eru að gera allar nániðu verðbólginu sé að samþykja þetta Airbnb frumvarp. Það var samþykkt núna. Það er húsnæðis. Já, ég er að segja, bendir það. Eitt af þeim fáum vandamálum sem við Íslendingar eru ekki að díla við í dag er skortur á tómum íbúðum. Það er bara, og það er orðið mjög alvarlegur efnahagsvandi hluti að þessu öllu. Ég held að séu í Skarðshlíðinni í Hafnarfirði, ég held að séu 500 óseldar íbúðar. Af hverju er ekki seljast? Já, ég meina augljóslega ég verði ekki búið að lækka nóg til þess að markaðurinn kleri sig og það lítur að gera standard. Bara spyrja til hlustundur áttu sig á því, bara hvað er að gerast á svona markað? Já, ég meina það lítur. Já, ströngskilir fyrir lánveitingum og síðan að það allt auðvitað líka. Ávextir auðvitað. Já. Bara markaðurinn er ekki að klera sig í núverandi stöðu. Nákvæmlega. Já, þetta er eitthvað meira þetta að segja. Erum við neikvæð? Ég hefi alveg nágjörð því að hún segir, ef við förum aftur í þennan status, það sem að vakti aðtekli mér það, hún segir að nú þurfa allir armar hagstjórnar þurfa nú að standa við sitt og vinna að sama marki. Já, efninslega er það rétt, en Seðlabankinn og ríkisstjórnin þurfa að tala saman. Ríkisstjórnin og atvinnulífið þurfa að tala saman. Og ekkert þessu samtölum er þessi stað. Já, ég meina við erum með ríkisverðbólgu að því að þau hafa ekki verið að standa við þessi orð sem hún nefnir þarna. Þau hafa verið að gera þveruða hluti sem er að auka útgjöld og keyra upp eftirspurn frá ríkinu. Já. Eitthvað meira þetta? Nei, ég mætti náttúrulega appelsínugulu, það er bara appelsínugulu viðvörun í efnahagslífi þjóðar. Þannig að ég bara viðvörunin holdi klædd, en ég vil vera bjartsýn líka. Það er að klára slóðuvertíð sem er... Já, við erum alltaf bjartsýn. Sem er betri en allar spár gerður ráð fyrir. Já. Þannig að það eru jákvæð teikn á lofti líka. Já, ég ætla að koma að því eftir smástund. Áður en ég kem að því, þá eitthvað sem við getum alltaf, svo er að segja gjafir. Eitt af það sem getum alltaf verið sammálum og staðið saman það eru þetta páskaækin, hún er á Sirius. Sko, ég ætla að gefa ykkur sekuran pakkan, annað er sko suðusúkkulaðiegg og hitt er mjólkursúkkulaði. Þið megið velja, þið megið slást þetta, þið megið skipta á milli, þetta eru 4 egg í hvorum pakka. Bara þið finnum útrús eftir þáttinn, nema við gerum þetta leikmálsendingu. Hvort myndir þú kjósa? Finnst þið suðusúkkulaði fristandi? Nei, ég segi bara að þú veist súkkulaði og ég borða þetta allt saman sko. Ég held að mitt fólk sé meira mjólkursúkkulaðis. Já, ef að skipta þessu upp á eftir. Já, þurfum að gera. Ég var að vonast til þess að við færum í backpress-keppni eftir þáttinn og til að keppa. Ætli ekki að útruka það. Skorast ekki undan því. Herðu, síðan er gamlir vinnur okkar að koma aftur inn í þáttinn og ánum fyrir mig næsta mál. Það eru vinnur okkar Everdur. Everdur-grillunum. Þú átt svo leiðis? Já, frábært grill. Já. Draumagrill. Þetta er alveg og að reynast mjög vel í vetur.
Já, það ekki. Jú, alveg frábært. Já, það er grillað allan ársins. Þetta er við vorum með lið hjá okkur í fyrra sem við ætlum bara að taka upp aftur. Það er bara, hann heitir bara heimveldarnafni Grillið. Ég veit þegar maður kemur saman og maður stendur yfir grillinu og byrjar að spjalla. Það myndi líka beinast við að tala um kjöt og eitthvað gott kjöt þegar maður ræður yfir grillinu. En ég ætla að tala um fisk, hins vegar. Já. Og þú varst næstu búin að þjósta þetta með loðnuvertíðina. Ég var að reyna að rífa stemningunni upp. Ég er að því núna, ég er að kveika grillinu og voða gaman og ég tók þessa fallegu mynd ég fór í vinslustöðu Eskju á Eskifjörðundaginn. Þetta er gaman að sjá. Þannig mjög gaman að skoða þetta og sjá hvernig þetta er gert. Þetta er aðeins öðruvísi en þegar ég var að vinna í loðinu fyrir 30 árum síðan. Já. Þannig að aðeins færri hendur sem koma að þessu. Allt sjálfvirkt. Þetta er eina flottustu vinslum á landinu, eða ekki? Jú, ég minna þetta er bara hátækni og íslenskt hugvit að störfum. Algjörlega framúrskarandi. Þannig að, já, það er í þessu liggur bara góður rekstur og góð afkoma sjávarútvegs, hann er bara lífsnauðsynlegur til þess að við getum verið að búa til þessi miklu verðmæti og ekki framleiðni í greininni. Þetta eru cirka 10 milljarðar sem kostar að koma svona upp. Já. Þannig að svona... Þetta er ekki rifið upp á göttunni? Nei, við kíktum líka á síldavinnsluna, Norðfirði og ég var að dása allt saman, eigamennir voru eitthvað fúlir, þeir fannst ég ekki vera þeir fannst þeirra vinsla, með það svona metugur hverjum flottustu vinsluna, þú vantilega verið vörður það. Já, einmitt. Viltu skera úr það hér, hverjum flottustu vinsluna? Nei, ég ger ekki upp á milli barnanna minna, það er eins með félagsmenn, það er bara, mér finnst bara, þetta er það sem að gerir vinnuna skemmtilega, að bara sjá raunhagkerfið, fungera svona er bara frábært. Já, en nú er loðnuvertíðin að klárast, hvaða efnahagslegu og samfélagslegu áhrif hefur hún? Bara gríðarlega mikil. Við vorum að gera ráð fyrir þegar kvótinn var gefin út að þetta gæti orðið kannski 20-25 milljarða vertíð. Mér heyrist flestir vera komnir svona upp í 30-35 milljarða króna vertíð. Auðvitað ræðst að aðeins af verðunum og ég held að Barcelona sýningin skeri svolítið úr það að þá fara svona hlutirnir virkilega á hreyfingu sem að hún er framöndan núna í apríl að þá fara sölur á fullt. Þannig að útlitið er allavega gott hvað loðnuna varðar. Bara ná að framleiða í hátt borgandi markaði. Það er það sem þetta gengur út á. Já, og verður þeir hátt þessu dagana? Já, ég meina ef þú ert að framleiða frista og framleiða í hrogn, þá er það þetta fádæma verðmætar afurðir. Þú gerir það náttúrulega ekki með allan afla þegar það er stórvertíð, en vertíð núna sem að var þó ekki stærri en raun ber vitni, 150.000 tonn, að það bil að þá eru svona meiri hlutin að þessu fer beint í þessar verðmætu afurðir, þannig að þar af leiðandi verður vertíðin í milljörðum kannski stærri en menn gerður ráð fyrir, en þetta bara heppnaðist vel. Örn, þú fyrir að loðnuvertíð? Já, fjölmargar loðnuvertíðar að baki. Það var á þeim tíma sem að loðna var líka að vita á sumrin. Það var hægt að vita á 10. áratugnum. Þannig að sem sagt ég var á skipi sem að ég stýrður í höfuð á hernunum og maður fer dreymandi í nostalgíu kast sjá þessar myndir og hlusta á heyrunu og hugsaði góðra tíma Ég get alveg sagt ykkur kannski ætti ég ekki gera hvaða efnahagslu áhrif þessar vertíðir höfðu persónulega á mig á þessum sokkabalsárum mínum. Já, ég hef verið á sjó en ég hef ekki verið á sjó á loðnuvertíð en ég hef vunnið í frystihúsum. Þetta er langskemmtilegast, þetta er opbóðslega skemmtilegast. Til dæmis í verkfallinu 95 sem var þá var ég reyndar bara í 9. bekk. Já, ég fór á sjó í verkfall í grunnskólanum. Já. Og akkurat í febrúar, 5 vikna verkfall eða maður rétt, mjög langt kennarverkfall að segja og þá var bara unnið í loðnu eða frystihúsinu, ég var þar þetta var geggjað þá sem sagt þá í þessu verkfalli ég hafði verið að skemmta mér en þá sem sagt reiðist pappin í herbíi á mér og byggum þá á Seltjarnarnesinu og rífum mig upp grjóttunnan af því að það hafði einhver slasast borð og þau voru að landa hrognum í Helguvík og bruna með mig suður ekkert í allt og góða ástandi og bara beint borð
og ég bara sá hvernig sjóri var á útna þegar þegar við vorum að leggja á stað út og ég vissi að þetta er erfiðu túr. Þú verður lítið liður í útstíminu. Já, en það rann allt af manni þegar maður sá fengum eitthvað 600-700 tonna kast bara í fyrst. Þannig að þetta voru góðu tímar. En það er einmitt svona sem að maður auðvitað er þetta bara lífæð Austurlands og Vestmannaeyja, það eru uppsjávarveiðarnar. Og af því að þið vísuðu nú til orða þingflokksformann Samfylkingarinnar hvort að við vildum ekki sjá hvaða hlutöldu myndum hafa í uppsjávarveiðum í samningum Evrópusambandið. Það eru svona ummæli sem að valda áhyggjum og auka á óvissu sérstaklega bara í atvinnugreininni það á hvaða vegferð eru við þessar ESB umræðu, ætlum við að fara að semja þessa deilistofna þegar það er búið að segja við okkur áður að við ætlum að halda fullu forræði eða yfirráðum yfir þessum auðlindum að þá erum við ekkert að fara að semja neina hlutdeild, þá höldum við bara okkar hlutdeild en að loðnan fyrir okkur er algjört alfa og omega, við erum með 81% í loðnustofnum, það er deilistofn og grænlendingar eru með 18% og normenn 1%. Þannig að við ráðum mjög miklu loðnuveiðar vegna þess að þessi ríki grænlendingar og normenn þurfa að veiða hana í íslenskri lögsögu. Við veitum þeim aðgang að íslenskri lögsögu gegn þetta gaggjaldi, þeir þurfa að borga fyrir það. Þannig að þetta eru bara rosalega mikil verðmæti og þess vegna verðum maður að vita og skilja, eru þetta bara botnfisktegundir sem við verðum að tala eða eru þetta deilistofnar líka og deilistofnar eins og loðna? Að þetta bara skiptir öllu máli og þetta skiptir öllu máli fyrir bara svo í nefnu Austurland og Vestmannaeyjar að þetta sé skýrt þegar fólk gengur að samningaborðinu hvort að þeir að veita umboð til aðildarviðræðna. Þannig að þetta er ekki bara eitthvað svona lítið mál. Mér finnst þetta að bera virðingu svona fyrir samfélögunum sem bara reiða sig á þetta. Þau viti hvernig landið liggur ef að það verður farið áfram í þessa vegferð. Já, eðlilega og bara hvernig á að nýta þessa vinslur og ætla menn að fjárfesta í meira og svona, ætla menn að halda áfram að þróa tekni og allt þetta terur allt saman. Já. Og maður sér það bara svona loðnuvertíð, hvað þetta gerir, þetta er búbót fyrir netagerðirnar og vélavestaðin og alla iðnaðamenn og löndunina og það eru bara svo margir sem að hafa af þessu tekjur og góðar tekjur. Þannig að þetta er bara, eins og ég segi, við komumst ekki hjá því að líta á það að sjávarútvegur er bara lífæð ekki þessara samfélaga heldur efnahagslífs landsins. Þannig að við bara biðjum ekki annað en að fá skýr svör. Já. Eðlilega. Bara í þessu samhengi á stutt, staðan á makrílum, hvernig lítur það út? Þetta verður fróðuleg vertíð. Skemmtilegt föstudagsspjall. Nei, kvótinn í makríl er lítill. Veiðigjaldið er fádæmahátt. Ég meina breytingarnar voru mest drastískar í makríl og algjörlega fráleitt. Hvernig miðað eru við markaðsverð í Noregi á makrílnum þegar þetta er allt önnur afurð sem við erum að vinna, allt aðra veiðar. Og síðan er gerður makrílsamningur 4 ríkja þar sem Ísland gengur inn í þann makrílsamning með sem sagt Bretum, Norðmönnum og Færeyingum og við fáum aðgang til veiða í norskri lögsögu en það er mjög dýruverði keypt vegna þess að við höfum þá skuldbindingu til þess að bjóða aflann upp í Noregi. Já. Og áhyggjur manns lúta því að ef að það verður veiddur makríl lítill kvóti sem við höfum núna, ef hann verður veiddur í Noregi og hann verður þá boðinn upp í Noregi þá er hann auðvitað nálagt vinnslum í Noregi og þær hafa forskot á því að bjóða í aflann. Þannig að maður hefur þá líka áhyggjur af því að sá litli kvóti sem við höfum hann komi ekki til vinnslu hér heima og það verður þá líka auðvitað högg fyrir það fólk sem að starfar í vinnslunum í þessum uppsjávarvinnslum. Þannig að það er mikil óvissa makrílvertíðina núna, bara hvernig hún muni yfir höfu líta út af öllu þessu. Og er þessi þróun ekki eiga sér stað líka í bólfisknum? Það sem að agentir á fiskmarkaðunum að kaupa afla sem að fer síðan í einhverja niðurgreidda fiskverksmiðju í Pólandi, einhverja ESB styrta? Jú, það hefur fæst í aukana. Í tonnum talið hefur útflutningur á óunnum afla og sérstaklega þá eins og þorski og ísu hefur ekki aukist neitt mikið en bara þetta er öðruvísi útflutningur, já, og þetta eru þær eru orðnar fyrirferða meiri erlendu vinnslurnar sem eru að kaupa íslenskan fisk og mér finnst þetta meira spurning bara gæðamál
hvernig ætlum við að taka á því þegar að það er verið að vinna íslenskan fisk í erlendum vinnslum og það er ekkert eftirlit með því hvort að honum sé blanda saman við annan. Jú. Og ég meina honum er blanda saman við íslenskan fisk eða aðrar tegundir eða sprautaður með vatni eða þú veist aukaefnum. Þetta er bara temúfiskur. Já, þú veist, þetta er vandamálið en við erum nú ekki stór player þarna út í hennum stóra heimi þannig að það er líka kostnaðarsamt að ætla að reyna að passa upp á þetta. Já. Það er erfitt að elta þetta alla leið, sko. Það er bara fólk gerir sér alveg ekki grein fyrir þessu, sko, sem að er annars að hafa mikla skoðun á sjávarútveg. Hvað er að gera? Það er nú oft þannig að fólk sem hlustar á þjóðmál gerir sér grein fyrir þessu. Já, það er oft kallað eftir breytingum en sko oft er það þannig að þar sem að eru kannski einhver vandamálið, eitthvað sem mætti betur fara, að þá, ef það væri auðleyst, þá væri búið að leysa. Þannig Ekki að þessari ríkisstjórn. Nei, já, þú veist, jú, ég er nú alveg trú á því að fólk svona vinna eftir bestu getu í það að reyna að gera þetta sem best svona alla jafna. En ég viðurkenni alveg að við höfum kannski ekki séð mikið af því svona áherslum hvernig getum við auki verðmætasköpum frá sjávarútvegi. Hvernig geta stjórnvöld lagt lið í því en kannski kemur það með atvinnustefnu ég er bara býð spennt eftir því hvort áherslurnar komið þar. Já, þessi ítalski sósíalista hagfræðingur myndu ekki mikla áherslu þetta, já. Nei. Trúi ég ekki alveg. Talandi verðmætasköpun, kannski ekki alveg á sama skala en einhver verðmætasköpun þá þetta minnum við á þjóðmálastofuna. Já. Og minnum allavega að skrá sig hana að fara á þjóðmál.is og auðvitað kaupa vörurnar sem að vinur okkur hjá IT House of Brands er að búa til fyrir okkur. Heiðrún, ég þarf að koma að þig vörum. Bollarnir voru að koma tilbaka. Já, annað líka sem ég fjasaði hér yfir þegar ég mætti að því ég fekk ekki kampavín var að þegar ég hef komið hef ég aldrei fengið svona merch. Þú ert að gefa hér dömubund og túrtappa allt með þjóðmálum og guð má vita hvað og aldrei hef ég fengið snefil. Nei, þetta er bara rétt þér. Allast að fá ókipið hugmynd í Gíslandi fyrir vöruþrú. Hrúast inn hugmynd þetta. Þetta er bara rétt, ég bara tekið á mig. Já, ég geði þetta bara tandurhreint, ég er ósátt. Ég reyna slett ekki ensku en ég segi samt bara point taken. Já. Þannig að það er Saga, næsta mál. Við þurfum að fara til frumherja og fá endurskoðun eða jafnvel bara fjarlæga á götunni þegar við komum nú aðeins inn á dáðan þessi ummæli Dagsby Eggertssonar Kristrúnu Frostadóttur vinkonu okkar þar sem hann sakaði Morgunblaðið um að velja mynd af henni þar sem hún sagði já, tækið því að nú Moggi fann að byrja svipljótar myndir af Kristrúnu Frostadóttur ekki mynd þarna neðarstrákar þar sem er mynd af henni hún bara ákveðin kona í ræðupólti Alþingis. Já, bara flott mynd sem að sýnir þá spennu sem að var við þessar umræður. Ég segi bara að það er 2006 og við tölum ekki svona konur. Nei. Dagur, við getum svona. Það ekki? Jú, ég segi bara, ég meina þarna er kona störfum, sko. Maður er alveg vanur því að maður er ekkit alveg sáttur við alla myndir sem að byrtast það með núna einhvern viðtölum, sko. Maður verður bara að sætta sig við það að svona er maður gerður og þetta verður ekkit betra. Já. Nei, ég meina, mér finnst þetta mjög skrítið og ég meina já. Ég heyrði að þið sagt að blaðamaður Morgunblaðsins hafi spurt hana Kristrúnu hvort hann hafi eitthvað móðgast þessari mynd og hún svaraði nei, alls ekki, það veit allar ég sætt. Það er ekki bara rétt að svara? Jú, það er bara rétt svar. Já. En hefur Dagur B. Eggertsson eitthvað tjásig myndirnar á borgarsjórnum í Sundfötunum? Nei, ég held að það kom helgina. Ok. Já, ég held að hann sé að hlaði í status. eða næst er að skjáka inn í Morgunblaðið, þá delar hann henni með. Þannig að það hlýtur að vera leiðinni. Herðu, annað sem að vinur okkar í Ekko, herðu, þið eru bæði golfarar. Já. Við ætlum að taka þetta góðan klukkutíma eftir að tala um golf. Frábært. Já. Þannig en sko, við erum að taka þér upp á 50 degi, þátturinn kemur út á föstu degi, 20. mars og þá eru golfdagar hjá Ekko. Kekja. Þannig að fólk getur rífið sér til helgina og farið og keypt sér góða gólskó. Já, þetta hljóma vel. Er það ekki? Jú. Við erum með lið þar sem að við erum aðeins að þróa þetta sko. Ég kalla hann hingað til sko viðmældu stíg á svið, en það mætti líka vera sko viðmældu stíg á völlin eða viðmældu fara út af völlin eða eitthvað svoleiðis. Bara í góðum skóm. Og þá hefur við falið ykkur smá heimavinnu að koma með erindi eða mál inn í þessa ágætu þætti hér sem ég var ekki búin að undirbúa en þið vildu koma að. Já. Hvor vil byrja? Þú mátt byrja. Má ég það? Já.
Ertu með skjáskot eða? Já, ég Já, Þú ég settir hérna eitthvað á búningsstrákana er svo einhverlega samsettum maður alveg frá æsku að mjög mótaður af því að að ég verið KFM og horfa á Ómen myndirnar þegar ég var lítill strákur með bræðrum minn. Þannig að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á opinberna bók biblíunar, Jónasar. Já, og við öll bara. Já, nákvæmlega og bara mögnuð lesning og þannig að það er alltaf þessi spurningum hvenær efsti dagar hefjist með fyrst með komu Antikrist og sögðum frá því í viðskiptablaðinu Þegar þú ert ekki vonað þessu. sögðum frá því í viðskiptablaðinu að Peter gamli Tæl væri með einhverja leinið fyrirlestra kenningar sínar Antikrist í Vatikaninu. Já. Og samkvæmt erlendu fjölmiðlum segir hann að það þarf ekkit endilega að vera hans mati að Antikristur persónugerfi sem einstaklingur heldur mætti alveg hugsa sér að hann myndi gera það í einhvers konar alþjóðastofnun eða einhverju svona stjórnskipulegu samingi. Og þetta er bara áhugaverð hugsun og síðan það sem að kemur mér allavega á óvart til að mynda hvernig þetta allt sem hann er túlkað í kvikmyndinu Ómen 3 að þessi kenning Peter Tæl virðist vera raungerast. Það er að segja, birtist önnur fréttum það sem er talað við eitthvað fúla miðflóksmann sem að fyrir austan og hann segir að Antikristur hafi náð valdi í miðflóknum í Múlatryggi og það sem mér finnst sérstætt við þetta er það að Antikristur, víst hann er að snúa aftur til starfa á jörðinni, að hann skuli kjósa sér Múlatrygg sem svona sinnu upp af stað og allir ekspendara það. Já, við sáum það ekki fyrir. Nei, ég sá þetta ekki fyrir. Nei. Ég held að ég varst að biskupin hafi gert það heldur. Og ekki Peter Thiel heldur. Ekki Peter Thiel. Nei, þetta er visslega sjónarmið. Já, þannig ef við heyrum að Peter Thiel á Írstöðum skulum við hafa miklar áhyggjur. Já, þetta er allavega eitthvað til að skoða betur. Já, þú vildir að kæmi með eitthvað sem þú hafðir ekki verið að spá í. Já, ég er bara fullkomlega, þetta er bara frábært mál til að koma með inn í þáttinn. Þannig að í kristilega fjölskyldsþátt sem að þjóðmál eru. Vissulega. Þannig að það er bara frábært. Heyrún, ætlar að toppa þetta? Nei, örugglega ekki, mér langar að koma aðeins inn á og ég veit ekki hvort það er búið að ræða í þáttum í vikunni en bara Morgunblaðið sem kom út síðastliðinn föstudag með minningu Davíð Oddsson. Já. Ég er nú að fara í held í 3 fermingaveislu núna næstu vikum og mér langar eiginlega bara að gefa fermingabörnum þessa umfjöllun. Já, það var mér líka bara mjög góð gjöf. Já, mér fannst þetta bara ótrúlega, þetta var áhugaverð lesning þráttur að maður hafi sjálfur bara lifað þessa tíma og svo sem þekkir atburðarás í svona flestu í stóra samhenginu að þá fannst mér þetta bara ótrúlega vel unnið hjá mokkanum, verð ég að segja. Bara hrós til þeirra og hrós til Hannesar Hólmsteins fyrir að skrifa minningarorð. Og mér finnst þetta klárlega... Myndir og mynditestanir og þetta var frábært blóð. Þetta var rosalega flott og bara tek hatt mér nú fyrir svona blaðamennsku. Mjög gott. Sammála þessu. Heldur betur. Svo höldum nú áfram með dagskrána hjá okkur. Amper hleðstöðunar. Það er rafmagnsbíll á þínu heimili, ekki? Jú. Ekki, ég ger ekki honum. Ég veit að þú gerir það ekki, en einn aðeins á heimilinu gerir það. Já. Er rafmagnsbíll á þetta? Já. Og við erum með Amper rafstöðar. Já, til frábæra stöðar. Langbestu rafstöðar. Þannig að og þetta minnum það að hlustundu þjóðmála fá frí áskrift í 2 mánuði af þessum rafstöðum. Þar eru náttúrulega settur upp á endurgjalds og við höfum verið með svona smá lið þar sem við erum bara við vitum hver er að nota þessu stöður og hver er ekki og við sjáum að til dæmis Ólafur Ragnar Grímsson, hann er greinlega mjög vel hlaðinn með góðan straum þessa dagana. Hann er í stuði. Heldur betur. Ólafur Ragnar Grímsson í stuði, eða ekki eitthvað? Hann virkur í athugasendum á Twitter Axunu að afhjúpa blekkingar ráðamann að Evrópusambandsins. Hann er bara mjög harkalega í ríkisstjórnina. Já. Hann er greinlega í sambandi allar sólarhringinn. Já, hann er svo hlaðinn. Það er bara
Já, þetta er sko, Bara svona þegar hlustunum til upplýsinga, þá er Ólafur Arnar Grímsson hefur verið að skrifa fæslur á X, sem hitt á Twitter, þar sem hann hefur verið að gaggrina ekki bara ríkisstjórnina, hann hefur bara vaðið í leiðtoga Evrópusambandsins. Hann getur hérna Úrsúlu von der Leyen daginn, þar sem hún ætlaði að kalla saman fund þegar innrásin í Íran byrjaði á laugardegi og hún ætlaði að kalla saman fund á mánudegi. Hann gerir grín að því, hann hefur verið að fjalla þessa ESB umsókn okkar sem vorum að fjalla hér áðan. Hann hefur verið að gaggrina það hvernig bæði stjórnmálamenn hér og í Evrópu tala þetta alls saman. Og eiginlega bara svona, svo í slettun aftur sem illa við að gera, þetta er svolítið svona, he's calling the bullshit, sko. Algjörlega, sko. Ekki rétt lýsingin. Við þurfum að finna íslenskt orðið við það. Hann er bara að kalla spaða. Já, eða það. Svo sumir. Já, bara hvergin er sestur í Helgan Stein. Ég held að honum þykji og hafa alveg þótt gott að vera aðaleikari í hinnum ýmsu atburðarásum í gegnum stjórnmálasöguna og hann ætlar sér klárlega að vera það áfram. Því þetta eru bara áhugaverðir punktar sem hann nefnir líka. Þannig að það er gaman að fylgjast með honum. Bara, og þessi framkanga myndar ýmiss konar hughrif, sérstaklega til þess tíma, það sem að hann var á öndverðu meiði við valdhafa í ákveðnu alþjóðlegu máli og reyndist útvantilega að vísa í æfsegmálið algjörlega og reyndist náttúrulega að þjóðin hefur einsláði ákveðn á að veðja þegar svo ber undir og náttúrulega hefur svona, og þetta mótaði bara þennan málskotsrétt sko, til forseta sem allir töldu nú að væri svona bara orðinu til en ekki í reynd réttur forseta en hann auðvitað breytti því og eðli mál samkvæmt þá virðist hann hafa kannski sterkari skoðanir en aðrir á því hvernig þjóðaratkvæðagreiðsla eigi að fara fram og hvernig eigi að leiða fram vilja þjóðar. Þannig að það er líka punktarnir sem hann er að nefna en mér finnst líka bara hann er að svara erlendu fréttamiðlum og Ég er að færsla bara síðan í dag þar sem ég var ekki að sjá þetta, hann er bara að svara Reuters. Já. Leiðir þetta. Og ég meina það var það sem hann gerði líka í hruninu sko, þú veist, hann var frábær forseta þýleiti til að vera tíma, sko. Já, bara málsvar íslenskra hagsmuna í erlendu miðlum og teg kappnin ofan fyrir þeirri baráttu og því verka svona því hlutverki sem hann tók að sig þar og gerði það bara rosalega vel og hann heldur því þarna greinlega bara áfram Já, hann er bara tvær bestu frammiðstöður Íslendings á erlendum vettvangi það er annars vegar þegar Hannes varði vitið frá Messi og síðan frammiðstöð Ólafs Ragnars þegar hann var í Hardtalk Nákvæmlega Mér dettur lítið annað í hug Já, það er ágætt Við þurfum að, ég vildi bara kasta hrósa á hann fyrir þetta er og bara, eins og hann er greinilega vel hlaðinn. Já, og ég held sé ekki bara það hann sé vel hlaðinn, heldur, er þetta náttúrulega stórgreindur maður sem hefur mjög djúpt pólitískt innsæi og þetta ætti að sýna fólki, sko, hversu undarleg þessi vegferð sem að ríkisstjórnin í gagnvart Evrópusambandinu og hvað mikið er í húfi. Já. En þetta hlýtur að valda aðeins titringi líka í ríkisstjórninni og hefur gert, ég menna Össur Skarphéðinsson tók nú upp hanskan þegar Ólafur mætti í bítið og Sigmar kommentaði á það að þarna væri nú bara raddir gamalla tíma og gamlir kallar að Jellingat Klátt sko nánast. Sko. Já, þannig að hann er ljár í þúfu ríkisstjórnar, allavega miðað við eins og hann er að tjá sig núna. En sagan segir að hann hafi verið einn af ráðgjöfum Kristrúnar. Er hann það ekki lengur eða? Jú, ég myndi ekki útiloka það. Ég held að sko, en sem sagt, þetta kannski þá bara sýnir hversu reynsluleysi Kristrúnar einhverju leyti. Að hún er búin að láta utanríkisráðherra etja sér út í foræðið. Kannski sennilega gegn betri vitund eins og átlæðnar ummæli sína sko Ég held að það sé tilvikið Kíkjum á næsta mál, við sáum að talandum eldri menn sem að láta til sín taka og þetta nú Horru á mig Nei, ég bara svona Ég byrð bara hlustundur og áhorundur afsökunar að vera að vísa hér í heimildina sem auðvitað fáir lesa eins og tölur gefa til kynna En þar var Indriði Þorláksson að skrifa grein Indriði Þorláksson er fyrrverandi ríkiskattstjóri og fyrrverandi aðstofamaður Steingríms og Sigfússonar starfaði þar sem verktaki í fjármálaráðuneytinu tíma en borgaði ekki aðstöðugjaldur sem frægt þannig að það er ekki öll lífsins gæði skattskyldi eins og hann hefur haldið fram allan ekki það snúa honum
allavega til að gera langast að þá hann að gaggrina þessa sölu við höfum aðeins fjallað hér hlustum til upplýsinga að þá Keresis að flytja höfundar hugverkaréttindi fyrirgeðu óleitatumir til Danmerkur og borgar því skatt hér á landi kringum 40 milljarða Indrið að gefa það í skyn að þessi skattur sé einskis virði fyrir íslenskt efnahagslíf og fjallar það að þeir sem hafi selt sér hluti Keresis og sinni tíma til danska fyrirtækisins Skólaplast hafi ekki greitt það í skatt og svo framvegis og þessi einskipti skattur einhvern veginn sé bara þá greiddur og síðan sé bara fyrirtæki farið þetta ekki alveg rétt hjá hann en mér langar bara aðeins minna á þetta hugafar sem að stýra þessu öllu saman Hann að rökstuða þarna í þessari grein að 40 milljarða króna skattgreiðsla til ríkisins sé í raun og veru skatta undanskot Já, í rauninni Þetta miklu hæfileikar sem að liggja baki svona hugsun Grunnurinn að sá að hann vill að þetta sé áfram hér þannig að greiði bara áframhaldi skattin í eiliðina það einhvern veginn pælingin en hvað með peningin sem að kemur inn fyrir þessi réttindi þetta fyrir ekki allt í ríkisins þetta fer nú í aðra nýsköpun, aðra fjárfestingu og Þetta þessi galna hugsun þetta fer í fjárfestingar í útöndum rekstri Já, við viljum það ekki og við viljum það ekki og það verður eitthvað nýtt til sund tekst, sund vex og datnar og þannig virkar markas hagkerfi. Já. Nákvæmlega. Peningarnir fara í vinnu, það innspýting inn í hagkerfi við þessa sölu. Algjörlega. Þannig að það ekkit slæmt þráttur að fyrirtæki sér selt til erlends fyrirtækis. Þessi sami maður hélt því fram að rekstrastöðun og grundatanga hefði engin áhrif á Ísland. Bara sér hvernig hugsunin bara gerir sig enga grein fyrir hvernig markashagkerfi virkar. Hvað, þú veist að fullt af fólki sem á góðum launum að missa vinnuna, það hefur engin áhrif. Þú veist þannig að þetta bara að ég veit ekki. En þetta svona aðeins leifar af því líka ekki, ég las ekki greinin á en bara aldrei skal Indriði Þorláksson bregðast vondum málstað sko, það fyrir að fyrsta. En svo kannski líka bara svona þessu umræða sem verður stundum svona nýsköpunarfyrirtæki sem að eru stofnuð og blessunarlega ná árangri, koma sér á legg, að þau séu seld. Það ótrúlega verðmæti í því fyrir Íslands samfélag þrátt fyrir að þau séu seld til erlendra aðila. Bara auðvitað fjármunni sem að renna inn í Íslenskt hagkerfi við söluna en ekki séu þekkingin sem verður til og fólki fer síðan að vinna annars þar og meira segja nýsköpunarfyrirtæki sem mistakast. Við getum nefnt Ós og hjá honum Þorsteini Friðriks allt einu stólu mér. Quiz up og allt þetta bara mannöðurinn sem verður til og þekkingin, allt þetta fólk fer annað og býr til eitthvað annað, það einhvern tíma búið að mappa upp bara öll fyrirtæki sem urðu til út frá oss þú veist, það bara hjálpaði okkur rosalega til í því að svona fá þetta nýsköpunar umhverfi, það verður gerjun í þessu umhverfi. Það mætti gera það sama við það var rosalega mikið af þeim sem mistu störf í bankakreppunni mikið að mentuðu hæfilegur ykkur fólki sem að fóru mitt út í nýsköpun alveg rosalega mikið sem hefur komist á legg úr þeim ranni þannig að þetta bara nákvæmlega sama hugsun þetta ef þú ert að búa upp verkvitt og know-how og svona þá það það sem að skipti máli fyrir framþróun hagkerfisins og þetta það sem við viljum sjá og samlega því að þetta viljum við að séu til einstaklingar eða fyrirtæki sem séu tilbúin til að leggja fjármagn í þetta Já, bara leggja út á vaðið bara óhrætt og með tíma og fjármuni. Síðan, þessu tengt en ekki að fullu að þá sáum við að Róbert Guðmundsson, atvinnumaður, hann og einn af stofnendum Genís á Siglufirði, hann fjallaði það í kjölfari reyndur af þessar grein Indriða að Genís kunni að vera leið á landi. Já, það slæmt. Ég bara tek hatt minn ofan fyrir Róberti sem hefur gert ótrúlega bara frábæra hluti, ekki bara fyrir Siglufjörð heldur og bara uppbyggingu samfélagsins þar í ferðaþjónustunni líka en bara þessi hugmynd Genís að líka bara búa til menntuð vel launuð störf á Siglufirði sem að bara skiptir mjög miklu máli fyrir einmitt að laða að ungt menntað fólk með börn og bara svona að viðhalda samfélaginu þar ótrúlega flott en þetta hefur auðvitað verið barningur og hann hefur sjálfur lagt ótrúlega mikið fjármagn til. Ég veit að nýsköpunarsjóður atvinnulífsins hefur verið inn í þessu líka og auðvitað fleiri en svona umhverfið á Íslandi auðvitað hefur margt og eins og bara
Guðmundur Fertram hefur sagt að það er hvergi betra en að vera á Íslandi í nýsköpunarumhverfinu. Já. En maður heyrir samt líka að það eru brotalamir og eins og, ég veit nú ekki hvort að það er við genís, en maður, reynslan allavega svona þegar, ég satt nú í stjórn Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins fyrir nokkrum árum síðan, að sko fyrirtæki sem að voru tengdust nýsköpun eins og í sjávarútvegi og orkutengdum iðnaði, þau komust oft frekar á legg, heldur en fyrirtæki sem að voru í til dæmis eins og heilsu tengdri nýsköpun. Og það eru nýsköpunarfyrirtæki sem að þurfa einmitt að reiða sig á samstarfið þið opinbera. Og einhvern veginn virðist þið opinbera á Íslandi, heilbriðiskerfið á Íslandi, vera lítt móttækilegt fyrir samstarfi. Bara hvernig þróum við lausnirnar áfram og ég svo sem maður hefur heyrt þetta frá Þorbjörgu Helgu sem að hefur verið með auðvitað líka svona heilbriðisþjónustu, einkarekna. Já. Að það gangi rosalega erfiðlega bara að ná samtali við þið opinbera á meðan að sko eins og í sjávarútvegi og orkugeiranum ertu bara að ná samtali við atvinnulífið og það er svo opið fyrir því að bara veita þér allan aðgangað upplýsingum og þekkingu og þú veist, bara vinnu við það að reyna að aðstofa þig við þetta, að leysa þetta vandamál saman. Þannig að þetta er kannski svona líka dæmi um það að við þurfum að gera betur þarna. Við getum ekki alltaf látið þessa heilbriðistengdu nýsköpun að maður var þess bara mjög áberandi var þegar ég var í Nýsköpunarsjóðnum að þá var, sko þessi fyrirtæki voru að fá samstarfið spítala í Svíþjóð eða Danmörku eða jafnvel Bretlandi til að þróa vörna sínar áfram og þá eðlumál samkvæmt fara þessi fyrirtæki úr landi. Þannig að við þurfum einhvern veginn líka, ríki þarf að vera opið fyrir því að eiga í svona samstarfi þrátt fyrir að það taki mikinn tíma og Sammála því. En ef að genís fer, þá þarf Indriði náttúrulega ekki að hafa ágjör af framtíða skakkarslu þess. Nei. Við viljum þetta ekki genís fari, sko. En ef Indriði hefði einhver ráði, þá hefði genís aldrei orðið til, sko. Já, reyndar. Það er, við getum byrjað þar, sko. Já. Þú veist, þetta er eðlilegt ferli að sum fyrirtæki, sko, fara úr landi, en sko, ef að umhverfis orðið þannig, eins og mér virðist Róbertur að segja, sko. Já, það sé málið, sko. Ég mitt. Það var á punkturinn, sko. Þú veist, Keresis er dálítið annað, bara mjög eðlilegt næsta skref í þróun fyrirtækisins, sko, og en það er líka, sko, bara val hluthafa, en þarna virðist er hann að lýsa því að hann sé nauðbeygður til þess að fara með þetta úr landi, sem er ekki gott. Förum í næsta mál, við sáum að bara örstutt, við sáum að það stendur til að stofna innviðafélag og þetta hefur verið fjallað þetta áður og hefur verið kynnt áður en það var frumvarp um þessi stofnun þessa félags var lagt fram á Alþingi núna í vikunni og greiningin með því og það hefur nú verið einhver svona missa fréttarflutningur af því hvað að því að í greiningin frumvarpsins sem fjallaði möguleikann á því að til dæmis leggja vegtolla út frá Reykjavík og Reykjanesbrautinni og Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi fara að rukka aftur í Hvalfjarðargöngin og svo framvegis og ég ætlum ekki að vera miklum tími í þetta en sko það kom fram í vikunni að ríkið sér fram og að afla alltaf 17 milljörðum króna í tekjur af veggjöldum á ári. Reyndar tildekaði strax að þeir ætla að fara í þetta fyrir norðan í Vaðlaheiðargöngum og færa Vaðlaheiðargöngin undir þetta félag og svo framvegis. Sko, ég bara velti fyrir mig, þú veist, ég er í rauninni, ekki það, ég myndi náttúrulega frekar vel svo einkaðarlega bara að gera þetta en innviðafélag er kannski ekkert galin hugmynd og allt það og ég skil alveg gjaldtöku í göngum og nýjum vegum og það er verið að gera, ef menn ætla að breyta einhverju og svona, að menn rukki eitthvað fyrir það en áttu ekki veiðigjöldin að fara í einhverja vegi út á landi og áttu ekki, er ekki búið að tala um hvað ég að fara í kílómetragjaldi, áttu það ekki líka að fara í samgöngur og hversu ofta á að fjármagna þessa innviði og hvernig? Já, nokkuð. Það var bara svona pælingin, sko. Það var þetta, líka þetta mál, sko, að því að þessum möguleika, það er fjallað um þennan möguleika í greinargerðinni, eins og þú segir, og á allt þessar gaslýsingar hjá ráðurum, sko. Nei, þetta stendur ekki til, þú veist, og bara, hvað er þetta? Við erum ekkert farið að tolla Reykjanesbrautina, sko. Býtu, þú veist, leið þegar ríkið fara að velta möguleikum upp fyrir gjaldheimtu, hún rætist alltaf. Já, það er ekki, því miður. En kannski svona það sem að dregur úr þessu, sko, er þetta að segja mann hversu rosalega mikil vitleysa það var að hætta gjaldtöku í Hvalfjarðargöngunum. Það yrði mjög erfitt að byrja á því aftur, en þarna var fólk búin að venjast þessu. Þarna varstu bara komið með tekjulinn til þess að fjármagna stækkun gangana eða aðra framkvæmdir. Þetta var afleitt afhverjum.
sem skagamaður geti ekki annað setið hér og náðast frussað sko. Já, það var næsta Þú spurning. væri ekki fróðu fellandi eða væri búið að tvöfalda göngin sko. Já, hvers hefur við skagamenn að gjalda sko. Nei, mér Ég finnst ætla að segja, ég skaga hann að borga fyrir þetta uppbyggingu vega annars staðar. Nei, Gangna og... Ég myndi taka mikið þátt í þeirri fjármögnun með ítrekuðu ferðum mínum á þennan ágæta golfvöld sem þessar. Já, einmitt. En maður hefur alltaf áhyggjur af svona, ég hef aldrei verið neitt rosalega skotin í svona sérstöku innviða félagi. Af því að maður hefur einfallega bara áhyggjur af því að sko, þannig verið að búa til eitthvað sérfélag og það þarf eitthvað stjórn og hverju sitja þar og hvaða sérfræðingar eru þar að útdeila peningum. Svo safnast upp eitthvað peningur og það eru skipt ríkisstjórn og hún tæmir þetta og mér finnst þetta. Já, ég er ekki ennþá selt, menn það var bara einhvern veginn að samferða með öðrum hætti sko. Af hverju fer þetta ekki bara inn í ríkissjóð og menn bara... Ég er það bara Ég var svo mikið að reyna að selja þetta sko, innviða félag enga fjárfesta. Já, ég finna að Jú. þú getur skoðað PPP-verkefni og allt þetta. Já, það var Ég vant á móti þjóðasjónum á sínum tíma og Varstu á móti? þjóðasjónum sem að Bjarni var nú að tala fyrir. Já. Þessum rökum. Einmitt, það var sama. Herðu, höldum áfram. Bara rétt, eins og segi, þátturinn kemur út á föstudegi. Þannig að þið vantilega missið af, eða hlustendur missa þessari góður ástöfni hér sem verður haldinn í 11. stöð vatn og kynjajafnrétti haldinn á föstudeginum. Hvað er ég standa fyrir? En við erum að taka Orkuveitan til dæmis. Þannig að við erum að taka upp hér á 50 degi, þannig að þið kannski náðu þessu, þið fáið fórskot á seglan, þið vitið þessu. Ég hef svo gaman af svona ruglið sko. Já. Bara að fylgjast með hversu fólk getur algjörlega farið langt í ruglið sko. Hvað er hægt að segja mjög þetta? langt, sko. Þú vilt eiginlega geta hversu langt þú geta farið. Ef þú myndir kaffæra okkur Heiðrún á sama tíma, myndu drukna með mismundi hætti, eða þú veist hvaða pælingar er það? Það má að láta það reyna. Það eru eflaust fjölmargir hann úti sem var til að taka það að sér. Já. En áfram með smjörið, hrósvikunar. Hafið komið á Hótel Akureyri? Nei, Ekki ennþá. ekki ennþá. Það ekki. Ekki eftir, nei. Því miður. Þið er mikið eftir. Já. Ég held ég bara hafi ekkert komið til Akureyrar frá því þetta hótel fór í gang. Það er ekki tiltölulega nýlegt. Nei. Búið að vera nokkur ár. Já, ég er að segja, bara langt síðan ég fór til Akureyrar. Já, það er greinilegt. Heiður, þú fyrir á regla... Já, nákvæmlega. Næst gistur hann. Já, klárlega. Ég ringi Daniel og sjá ég Andri, hvað þetta er flott og Já. besta Hótel Akureyri. Trúið því. Já. Herru, af því að það er allt svo jákvæmt þar og það gengur svo vel og bara gaman að koma þangað, þá tökum við hrósvikunar þar. Já. Hvað er hrósvikunar? Ég tók nú Óla Ragnar aðeins áðan, var hrósónum. Við erum bara hrósa mokkanum aðeins. Við erum bara á mjög jákvæða nótum í dag, finnst mér. Já, ég ætlaði að hrósa Ólafi, sko. Já. Mér finnst það, gott að vita að honum í ham. Já. Þú verður ekki sventill sjálfur. Já, það þarf ekki að lengra það. Nei. Heiður og Lind. Já, ég bara hrósa mínu fólki. Ég ætlaði að hrósa fólkinu í útgerðinni Skúla og fiskvinnslinni Dranga á Drangsnesi. Já. Og það er framkvæmdastjóri Mikael Línberg. Hann var nú að tjá sig í fjölmiðlum. Já, Mikael Rafn er framkvæmdastjóri þar, tiltölulega nýlega kominn ungur að árum. Já. En mjög kraftmikill og þarna er nú bara í þessum. Hér eru vinni okkar í Búlis búin að finna þetta fyrir okkur. Já, þú veist, bara í sjávarútvegi á Drangsnesi eru, sko, ég held að helmingur sveitafélagsins, svona heilsástörf í sveitafélaginu tengist sjávarútvegi. Og mér fannst þetta viðtal bara áhugavert að því að það var nú svona kannski áherslan í veiðigjaldamálinu að það væru breiðubökin og sjávarútvegur gæti vel staðið undir þessari fádæma hækkun veiðigjalds. Að þá nefnir hann þarna að þetta er bara mikið högg fyrir þetta litla félag, allt sem að gengið hefur á og hann svona tínir þetta til og þá svona er þetta ágætið summering á þessu sko, hann nefnir sko höggin sem hafa dunið á þú veist, hækkun veiðigjalds, hækkun kolefnisgjalds, bifreiðagjöldin sem auðvitað hækka flutningskostnað, sérstaklega á stað sem er út á landi og síðan bætist við núna það er verið að krukka auðvitað í kerfinu strandveiðisjómenni Lilja Rafney og Sigurjón voru að afnema hlutdeildarsetningu í grásleppu sem er bara óvissu þáttur fyrir þá sem ætla að gera þetta ykkur alvöru og síðan núna var að koma frumvarp inn í þingið sem hefur ekki farið inn í neitt samráð í ráðuneytinu eða enginn hefur fengið að sjá þetta frumvarp af hagsmuna aðilum áður
þar sem á núna fara að leggja af línuívilnun og rækja og skelbætur og það sem hefur verið svona inn í þessu 5,3% svona stundum kalla félagslega kerfið að og almenni byggðakvótin allar þessar leggja það til að gera hvað? Til þess að færa allt í stranduðar þannig að allar þessar aðgerðir sem að má svo sem alveg hafa skoðun á hvort að nái tilgangi sínum og allt það en allt þetta til þess gert að reyna að halda úti heilsástörfum í byggðum landsins þannig að það á bara leggja þetta niður og setja þetta allt yfir á stranduðar sem að eru bara störf yfir sumarið og ekki störf heldur svona meira hobbyveðar aðila jafnvel sem að eru ekki búsettur út á landi og komi ekki, þessir afli kemur ekki til vinslu í landi heldur einmitt útflutningur á óunnum afla hvað mestur yfir hásumarið hverju stunda stranduðar það eru ríkir miðaldra kallar sem að búa á höfuðborgarsvæðinu og hafa mikið frítíma og hafa etna að kaupa sér svona bát og þetta er sem sagt þetta er stór partur af þeim sem að stunda. Þetta er bara áhuga mál sko. Og hobby. Og þetta eru litlu vinslurnar og þeir sem eru með eitt bát eða litlu útgerðirnar sem að finna auðvitað harkalega fyrir þessu og svona bara að sjálfsögðu er rétt að ræða bara einstakar aðgerðir innan þessa kerfis og það var nú reyndar þannig í auðlindin okkar vinnunum sem Svandís fór í þegar hún ætlaði að fara að gera bara heildar endurskoðun og sjávarútvegi frá til að þá var það niðurstaða sérfræðihóps varðandi strandveiðarnar að það væri ekki tækt að halda áfram að óbreyttu. Það vildi, hluti hópsins vildi hætta strandveiðum, annar hópur vildi halda þeim áfram en að það yrði að fara að árangursmæla, vita hvert markmiði væri með þessu og svo framvegis. Ekkert af þessu er gert, heldur við aðið áfram núna og þá bara alltaf að auka strandveiðarnar. Og það gerist að því að einhverjir strandveiðimenn í flokki fólksins sem kemst til valda það gerist bara því að frjálshyggjuflokkurinn gekk inn í flokk fólksins og þetta er líka verðmiði fyrir þetta Evrópusambandsbrölt þetta er einn af þeim þáttum þar sem að þetta eru aðilar sem þurfa að borga fyrir ESB-bröltið að flokku fólksins fái þarna sínu fram og ég vona í öllu falli að þingið rífa eins í handbremsuna núna á þessu máli. Já, ég myndi silla væntingum mínum í hóf. Já, ég meina grásleppufrumvarp Lilju Rafneyjar fór í gegn. Ég meina það var ekki eins og ráðherra sem laði það fram, það var ekki stjórnarmál, heldur þingmannamál. Þannig að maður hefur áhyggjur af þessu og mér finnst þetta orðin meira meginregla fremur en undantekning að það leyfist að setja í uppnám einstaka þætti í sjávarútvegi án nokkurs samráðs eða samtals við greinina. Ekki bara við okkur, heldur einmitt að það líka þessa minni aðila. Af hverju fer svona mál ekki í samráð? Þetta er bara keyrt í gegn og það má ekki leyfa neina umræðu eða athugasemdir. Svo ég vísi til fyrir líkingar að þetta er það sem að gerist þegar Disney-dýrin fá að stjórna landinu. Þannig að þetta var hrósvikuna sem ég endið ekki á uppbyggilegu nótum en ég vona svo innilega mínum menn á Drangsnesi Já, ég sendi bestu kveðar þangað. Klárlega. En ekki? Jú. Það er rétt í lokin, við tökum hérna örstöðar hraðarspurningar en við erum okkar í Mósakinn, þeir vildu koma þessu á skrifstofu SFS flösku þaðan, Já. Þetta er framleitt í Langjakli og þessar flösku á Ríðstofu Viðskiptablaðsins. Yes. Ég heldur enda þeir sögðu að þú máttur áða hvort þú fer með þetta heim eða fer með þetta á skrifstofuna, en þú metur það. Já, ég fer með þetta á skrifstofuna, gagnaðili minn á heimilinu. Já. Við höfum ekki gott að þessu. Nei. Ég leyfi skrifstofuna hella á sig. Við erum náttúrulega með ársfund förstu dag til viku. Já. Þannig að þá verður vonandi að loknum ársfundi gert vel við sig. Já, þannig að það verður þessi flaska kláruð. Já. Ólíkt heiðrúnu þá kasta ég ekki perlum fyrir svín og fer með þetta heim. Herðu, við erum okkur á Kringlukrána. Ég hef verið að stunda það eins og ég fjallaði hér að ég mikið spurður því ég fer á Kringlukrána sem óþægilega oft kannski að þá ég spurður því hver að koma í þáttinn og ég segi fólki það og ég býð gestum kránarinnar að spyrja viðmældi spurninga. Ég fer ekki nógu oft. Þannig að hér koma nokkur spurningar sem að gestir Kringlukránarinnar vildu spyrja ykkur. Sumar þeirra beinast að ykkur báðum, ekki allar, við bara förum yfir þar jafnt og þétt. Þannig að Örn, fyrsta spurningin, hún er þetta snýra þér. Nú? Af hverju Keflavík bara miðja deild í körfunni? Skipta svarið.
Stuttasvarið. Það er náttúrulega, liðið er búið að vera að spila feikilega skemmtilega, finnst mér, allan sérstaklega framan á tímabili. En bara þetta Remi Martin veðmál að allan að til þessa það ekki búið að lukkast og það er bara stóri faktorinn í þetta. Og plús það að við voru rændi sigri í KR heimilinu daginn. Já, engin bitur í þessum málum? Nei. Nei, það þeir eru undir að botninu núna. Já, en við erum hana. Já, Það er nýtt. Næsta spurning held ég að snúa þér, Heiðrún. Er það kaffi og línrödd eða kaffi og aflafréttir á mótana? Kaffi og aflafréttir. Já. Fær fréttina bara beint í æð? Já. Við vorum vera hlaðborðið? Já. Ok, mjög gott. Næsta spurning er náttúrulega til þín líka. Eigum að leyfa erlenda fjárfestingu í sjávarútvegi? Það er eitt sem spurði þessu. Þú komin aðeins inn á þetta aðan? Einmitt, ég held ég hafi nú eiginlega svara því með áhyggjurnar af því þegar að ef að því verður aflétt. Með kvótahoppið. Já, að þá er það í öllu falli eitthvað sem við verðum að vera meðvituð og átt okkur á hvaða verðmæti geta tapast. Já. En það myndi koma fram í greiningu sem að ekki liggur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvað hefur miðflokkurinn að fela í þessu máli? Já eða nei. Já eða nei. Já. Það er með hverju mynduðu helst til að spila golf? Veljið 1-2 sögufræga einstaklinga eða einhverja sem myndi vilja spila golf með? Sögufræga bara. Já, það er bara, þú veist, það má vera Ronald Reagan eða þú veist, það má vera bara eða eitthvað sem er lífandi. Það er nú ekki leiðilegt að vera í holli með John Daly og Hedda Eis. Já. Það getur nú verið gaman. Já, það getur verið gott hol. Ég síðast því að spurða þessu þá vildi ég bara spila með vinkonum mínum af því að það er óheyrilega skemmtilegt. Já. En eftir að hafa... Það gerir það svo oft. Já, eftir að hafa hort á golf liðina daga að þá myndi ég segja Åberg. Já. Já. Ok. Ekki bara því að líti vel út. Nei, ég er bara... En Ég var svona nálgun á þessu. Ég var ekki með þessu nálgun því ég nefndi að hörða í svona John Daly. Ég er ekki að dæma, sko. Ég held að þetta sé næsta stjarna. Ok, mjög gott. Fór illa fyrir honum að loka metrónum, en... Já. Það hefði verið ógeðslega gaman að geta spila með Ballesteros. Hún að segja það, bæta því. Hér er ein spurning sem kom og ég vissi þessi spurning myndi koma. Þegar ég var að tala við gestina Heiðrún hefur sagt hún alltaf aldrei í pólitík, er hún enn á þeim villigötum, var spurningin 100%. Er það ennþá þannig? Já. Það kann að breytast það ekki. Já, þú veist, nei, ég hef ekki von á því, sko, en hver veit hvað framtíðin byrja skauti sér, þú veist, kannski Bara aldrei sé aldrei. Nei, nákvæmlega, ekkit útilokað, það er bara gaman að fylgjast með pólitík, en ég hef haft meira gaman að vera svona bara á hliðalínunni. Já. Í því. Fyrir næsta spurningu þá sjáum við mynd frá gólfmati þjóðmála í fyrra. Þarna sjáum við hinn mótaðalinn á heimilinu. Já, einmitt. Þig? Gagnaðali minn. Gagnaðalinn á heimilinu. Sem vantarlega hefur átt gott höggallar svona með hvernig myndin er. Það er ekki örugt, sko. Nei, reyndar ekki. Því að, þú veist, öll högg hjá honum, hann náttúrulega fer í hausinn á manni, sko. Og sjálfstraustið er þannig að öll högg eru bara nákvæmlega eins og það átt að vera þrátt fyrir hann sé algjörlega drullu á bak, sko. Já, ok. Þannig að en það hefur hjálpað mér mjög mikið að spila með hann því að við erum bæði keppnisfólk og hann gefur náttúrulega ekki tommu eftir, sko. Þannig að það er engin svona ekkert súkkulaði trítment, sko, þegar ég er að spila með honum. Að þið spurt ekki var, sko, er gagn og eða gaman að spila golf með Hjörvari Hafliða sinni? Þetta og eða gæti verið líkilatriði. Já, þú veist, stundum skil ég ekki akkur í hlæja honum því að hann er svo mikill fáiði, sko. En ég bara hlæ, þú veist, ég skil ekki af hverju, sko, en og svo, þú veist, kallar hann með Steingrín Njálsson í kringum grínin og þú veist, ég er að búa við svona bara, mjög erfitt uppeldi í golfinu. Já. En ég kann ágætlega við það þú veist, það er alla jafna gaman. Já, okay. Ég hef ekki ennþá lent í að spila með Hjörvar en ég hef mikið í gegnum tíðin að spila með Hafliða pappans og það er einn af mínum uppáhalds meðleikundum. Já, ég tek undir það. Er hann jafnbilaður á þessi? Hann, sko hann fer í hausinn á anstæðinglum, hann gerir það markvist en er mjög fyndinn og skemmtilegur maður, fróður. Já.
Hjörvar var svona aðeins sem getur að fara í hausnum bara við þú ert að taka kaffi með honum sko. Já, Þannig að þarf ekki eins að spila golf með honum sko. Já, ég býð við þetta. Já, bara þú átt alla mína samúð. Bara rétt í lokið, það þessi fasta spurning. Velji eina ríkisstjórn til að leggja niður og af hverju? Frjálst val. byrjað þú hér. Sigurður Andersen tók rúf hérna alveg í bakarið síðstöku. Já, einmitt. Já, nákvæmlega. Ég hérna sama sinnis verandi orðin mikil áhuga manneski og hagsmunaaðilega á fjarskipta og fjölmiðlamarkaði að hérna þá myndi ég segja Ríkisútvarpið. Ég er búin að hlífa þér við þeim spurningum í Já, dag. hérna það náttúrulega ótrúlegt að okkur takist ekki að ráðast að rótvandans sem bara Ríkisútvarpið. Og ég heyri að þið nefndu þetta nú sem hérna fílinn í herbygginu sko, en hérna þetta er ekkit fíl í herbygginu sko, þetta bara meiri háttar vandamál að okkur takist ekki að koma einhverjum böndum á þessa ríkisstofnun. Það þorið enginn. Nei, það verðist einhvern veginn aldrei vera pólitískur meiri hluti vilji til þess að fara í breytingar á þessu, en bara þetta ef þetta var einhver tíman nauðsynlegt, þá þetta bara orðið badsins tíma að 90% svona mestu leiti. Þannig að maður á erfitt með að sjá almannaþjónustu hlutverk og annað þegar einkaaðilar geta vel sinnt í hlutverki. Já. Svona bara þá í þjónustu við ríkið. Já. Örn, þú búin að hafa nógan tíma til að hugsa? Já, þetta nú kannski bara erfitt að svara þessu því að það erfitt að finna ríkisstofnun sem maður vill ekkit endilega leggja niður. En það svo miklu að taka, sko. Fjarskiptastofa, alla ríkisstofnun sem enda á stofa, allan að byrja á því. Já, nefnd. Nefnd og fjölmiðlanefnd alveg klárlega. Þannig að þetta bara, það er bara kastaði ykkur af mér sem á ekki að leggja niður. Ég var erfiðar að svara því, en þetta bara allt undir, sko. Mér þetta með hug. Ég bara ætla bara að fara að þakka ykkur komuna. Er ég að gleyma ykkur? Er eitthvað annað að gerast í? Ég vil ekki leggja niður Árnastofnun. Nei, okkur þykir vænt hana. Þannig að Erum við að gleyma ykkur? Nei, ég veit ekki. þið bara gangi hér út með genið ykkar, með páskaækin. Já. Það býður ykkur harðfiskur. Er ekki mikið bara harðfiskur á skrifstofu SFS? Jú. Frá Gullfiski, meðal annars. Það er harðfiskur og fiskigos. Það er kollab og harðfiskur í skapnum. Þú komst náttúrulega með það í þátt. Já, ég komi hér færandi hendi en fengi lítið í staðinn. Ég veit það. Þú ert að bæta mér upp. Takk fyrir Ég er með ungling á heimilinu og til þess að það nota gullfiskin alveg svakalega mikið til þess að fá próteinið í rættinni. Já. Þannig að þetta er mjög viðsalt. Þetta fer í öll börnun á heimilinu, það að segja sko, þetta bara ég þetta líka en Kettinu fátt líka, mjög þetta. Já, ég ætla að fara til að hundun upp sko. Já. Hann elskar harðfiskinn. Já. Ísubitar. Ég ætla að fara inn í helgina og ég er að fara að finna merch fyrir þig, Heiðrún. Ég ætla að bæta þetta upp. Takk. Ég vil að þú byrjir nýja viku bara sátt við þjóðmál og sátt við mig. Já, ég er ánægð með þegar ég gef skipun og þeirri skipun er fyllt strax. Já, það er ekkert oft sem það gerist sítrasta. Bara vittu til, bara á mánudagsmorgun þegar þú vatnar, þá verður það bara einn besti dagur í þínu lífi. Já, svona átt að vera. Ef fleiri væri eins og þú. Já, ég veit það. Ég er að setja Hjörvar að skila bara líka. Að því sögðu, Örn, Heiðrún, takk fyrir komuna, góða helgi. Þið sem hlustu og þið sem horfið, góða helgi. Takk fyrir. Takk.